Taka pútterinn fyrst. Eitt sopa fyrst eða? Gambino er alltaf gott. Gambino er geggjað, en er ég að gera mistök í því að halda svona? Lítið út eins og sveitalöp eða? Ég er náttúrulega úr sveitinni, sko. Já. Heldur að fólk sé að hugsa bara, af hverju heldur hann ekki fótinn eins og maður? Ja, mjög líklega. Hvað það anda vel. Þetta er ekki fyrsta glasi okkur í kvöld. Við leiðum gesti kvöldsins aðeins að smakka þetta fyrir þátt. Já, ég held að hann hafi bara verið parsáttur, ekki parsáttur, tvöldneitun, heldur parsáttur. Heyrðu, þarna, reyndar, ég ætlaði ekki að koma strax frá styrtaræðilega en Hugi var að loka 9 díl. Þannig að koma meiri Gambino-sending. Það er svoleiðis? Já, og við þökkum kærlega fyrir það. Já, fátt betra en gott Gambino. Hann er á Ítalíu núna. Nei. Jú, að græja þetta. Það er svoleiðis, ég elska það, þegar við erum hérna, okkur finnst það gott og við drekkum þetta í Tónavís. Tónavís, þannig að þetta er fljótt að klárast. En já, djöfullega gaman að vera mættur aftur. Já, það var gaman senast að þriðjudag. Það var ógeðslega gaman. Albert Brynjar, alltaf bara, ég veit þetta er ekki Albert Brynjar þátturinn í kvöld en... Nei, við allt til að gefa hann smá sjátt. Já, bara, hann er fæddur í þetta. Já. Og svo flott að sjá hann í Dokk í dag. Já, og ég segi bara, Hjörvar, sign him up. Já, sign the thing. En við erum að sjálfsögðu með Dominos og Dominos pizzan svíkur engan. Nei. Ég hendi bara í 2 pizzur. Já. Gat splittað þeim báðum. Einmitt. Hvernig fannst þér? Hver var þetta best í kvöld? Ég er með nokkur óvæntar. Ég fannst Blasi best, sko. Blasi. Já. Hver sé Blasi? Það er Blaze, Já, gamli. ok, já. En já, Blasi er mjög góð, sko. Extra spicy. Extra spicy. Já, þannig að Dominos eru flottir. Þeir eru langflottastir. Já. Við erum alltaf mættir í AHA-höllina. Já. Þarna, ég notaði AHA 2 helgina. Og ég var ennþá að fá þessa drónasendingu. Við varum að tala fyrir þátt. Við þurfum að græja það. Já. Vá, hvað ég hlakka til að taka mynd með drónanum hérna. Já. Bara leið að mæta með Dominos AHA, væri það stærsta samstarf í Íslandi eða? Já, líklega. Ég er búinn að vera að kalla fyrir núna eina viku eða eitthvað. Já, bara það sem gleymist í umræðinni er það hvað þetta er vistvænt ferðamáta líka. Já, mér finnst það oft gleymast nefnilega þegar fólk er að tala um AHA, sko. Talandi um vistvæna ferðamáta, þú veist það er miklu skynsamlegra frekar en að keyra einn að bara samnýta bílinn og hver er betri en hreyfill. Það er bara, ef þú ert að hugsa um umhverfið. Ef þú ætlar ekki að nota AHA, þá ættir að sjálfsögðu að taka náttúrulega bara hreyfill skutlar. Sko, Dominos er náttúrulega ekki samstarf við AHA, þannig að hreyfill gæti, þú panta bara hreyfill. Við erum eiginlega bara að taka 3 tengingu þarna. Já. Og svo gæti basically, sko, ef að staðurinn sem þú ert að kaupa mat af er ekki í boði AHA, sem er ótrúlegt því að það er eiginlega allir staðir þar. Já. Að þá tekur bara hreyfill þangað og svo aftur baka. Og ég held sér nánast frítt. Hvernig ætlar hreyfill að byrja að skutla mér í drón? Nei, ég er að stríða þér, en svona ángríns, hvenær kemur hreyfill á fjöll? Já. Það sé á fyrir leikir að koma, en já, við erum að sjálfsögðu með Motif, Kemi og Domus Nova, Payday. Við komum betur þá eftir, en það er held ég ekki eftir neina bíða en að kynna einn gestinn og hann er með lag í kvöld. Hann er með alveg lag. Þetta er lag, þetta er hart sko. Gestur kvöldsins er Ágúst Þór Ágústsson, fyrir kastvinnumæður og sparsmengur, já bara algjör kóngur. Já, Chelsea Dark aðdáandi. Já, vá, stórum. Sælir drengir. Gaman að sjá okkur. Takk fyrir að bjóða. Já, takk fyrir komuna, gaman að sjá þig. Takk. Hvað er að vinna með hérna? Hvað lag er þetta? Herru, Meek Mill, Dreams and Nightmares. Þetta fyrst þegar að Philadelphia Eagles urðu meistarar í NFL-inu. Þetta er 2018? Já, þá heyrði ég þetta fyrst og ég hef verið aðdáandi síðan sko. Get ekki sagt að ég sé einhver sérstakur Meek Mill maður eða neitt, en þetta lag, catchy lag. Já. Og já, greið mig. Var það fagnar fram á nótt þá að ertu Eagles maður? Nei, ég var ekki, ég er Ravens maður í NFL. Já, Kottu með hann? það er bara svoleiðis sko, en ég get ekki sagt nú að ég sé vakandi fram eftir nóttu sko, ég er ekki þar sko. En ef ég detti inn á góðan leik á sunnudegi eins og ég gæri á American Bar, þá get ég alveg hórt. Það var gaman að American Bar Já, fjör í gær. Já, það hljómar svo auglýsingar, það var gaman. Liverpool City og svo fórum við beint í NFL-ið og ég satt nú með nokkuð góða vinni mínum sem eru meira all-in en ég í
NFL fantasíinu. Já, einmitt, það svolítið... Þannig að það kryddaði þetta helviti mikið og hérna, ég er með lið sko, en Tómas Agnarsson vinur minn er þjálfari, þannig að hann sér að velja lið og ég sé svona meira að Peppa menn. Þú ert svona Gusti Gillo. Já, þannig að ég hef alltaf eitthvað til að fylgjast með. Já. Þannig að maður fara að vera með í partíinu þegar það er eitthvað í gangi. Hver ertu með í fantasy-liðinu Fljótubræði? Hvað manstu? Josh Allen. Já. Ég er með Kelsey. Kelsey, Travis. Þetta eru svona byssurnar mínar. Ok. Svo það eru svona minni haugaleikarar þarna. Hver er vælikjóðnir? Hver er taka ekki vel í Peppi þess? Ég er hérna... Já, bara fara að kíkja á það sko. En Ágúst, fyrsta spurning allt svo sama skákferillin. Já, hann er skelfilur. Já. Ekkert vera skál hlutur Nei. Skákmaðurinn Ágústur Ágústsson er ekki góður sko. En ég ætlaði að byrja að spila skák þegar COVID byrjaði í byrjun. Bróðin er búinn að koma hingað. Já. Og ertu betri en bróðin? Ég bara þori ekki að segja það sko. Ég myndi ekkert veðja á það sko. Ég sænaði mig upp á chess.com í fyrra sko. Byrjaði sko fyrstu 2 skákinar sem ég tók sko. Ég vann það sko. Já. Og ég vildi ekki skemma rekordi þannig ég hætti eiginlega bara í 2-0 sko og hérna. En þú með 100% skoða. Já, ég meina gæðin sem ég hef unnið, ég vann þá sko, þá þeir gætu hafa hætt eftir það sko. Já, líklega gert það. Ég er annarkvort 2-0 eða manni hvort ég hef sænað mig síðan einhvern tímann inn aftur og hvort ég hef unnið einu og tapað einni en ég held ég sé ennþá með fleiri sigra heldur en töp en þetta eru rosa fáar skákir. Já. Þannig að ég myndi ekki segja að ég væri úr efstu hillu í skákheiminu. Nei, fyrir þó nokkrum mánuðum síðan þá fengum við einn besta vinn Sigga Höskulds hingað. Hann er líklega aðeins betri skákmaður en þú. Já, það er 100%. En þið semst eru eitthvað að grípa í skákina þegar þið hittu? Nei, ég held að bara sé ekki hægt út af því að sko fyrir mér er skák sko, þú getur verið sko sem skákmaður annarkvort ef þú ert að spila við félagann yfirleitt munurinn er sko þú getur verið meðalgæi getur ekki spilað við góðan gæja í skák. Já. Og það veist hvað ég menna, ég held að gappið sé bara það mikið og þú þarft að vera að spila við gæja sem spilar ekkert. Heldur þetta sé meira ítt heldur en í fótbolta til dæmis? Ég held það, ég held bara, veist, ég geti spilað sko 100 leiki við Sigga Höskulds í skák og ég held ég myndi ekki, vinna einn af þeim. Nei. Ég held bara að gappið sé það mikið. Já, það er pínu súrt, því að alhindrunin fótbolta, bæða besta og versta við fótbolta. Besta við fótbolta er það að þú þarft bara 1 bolta og 2 leikmenn og það getur byrjað að sparka á milli. En til þess að spila alvöru fótbolta þau eru náttúrulega 11 leikmenn versus til dæmis handbolti þar sem þú ert með bara til þess að spila handbolta og bara gera eitthvað þá þarftu helst 6 leikmenn, það er bara ekki hægt. En á móti kemur að þú spilar ekki alvöru fótboltaleik nema þessu 22. Með skákina þá er 1 á 1 en eins og þú segir það skiptir máli, það kemur sjaldan fyrir á þess að spila við einhvern. Ég er alveg hreinskilin, ég tefli mjög lítið. Já. En það er bara svo það er. Já, það er svo það er. En þú ert að segja sko með fótbolta versus handbolta 11 versus 7, 22 versus 14 og verður meira exposed að vera með fleiri inn á heldur en þú getur verið með verra lið og... Nei, það sem ég er að segja er það bara að til þess að geta spila fótbolta í einhverju formi það þarftu bara 2. Þú getur æfti að halda lofti, senda á milli, langa sendingar, skjóta á marki, bara skipta við marki. En í handbolta, bara settu útspilar í marki og gleymdu þessu. Það er bara ekkert eðlilega leiðilegt að vera 2 í handbolta. Boring. Þess vegna er fótbolti ábyggilega skemmtilegasta íþróttin. Þótt hann sé, og kannski er ég að falli grýta í aðveð núna, en segja bara fótbolti er langt frá að vera skemmtilegasta íþróttin að horfa á. Er þið ekki sammála því? Fótbolti? Já. Ég finnst þú langt skemmtilegast. Ég var einmitt að ræða þetta daginn hérna og setti hérna hvað var næst vinsælasta fyrir... Ég var vant að skákina í þáðumnu, ég veit nú ekki um það. Já, ég hef gaman að pílunni og var alveg obsessed af því. Mér finnst MMA skemmtilegt að horfa á. 2 gæjar bara í búri og að reyna að drepa hvernig hann sko. Mér finnst það geðveikt. Svo Siggi Höskulds kom mér aðeins inn í að snókerinn. Horfa á hann er ekki fyrir alla sko en ég get alveg hort á hann núna sko. En já, þetta er svona náttúrulega það er ekkert betra áhorf en spennandi leikur í handbolta sko. Nei, einmitt, það er bara mikið að gerast, mark. En bara Ísland að spila í janúar skilur einhver stóruleik hérna og á móti Ungverjalandi eða eitthvað og allt í játnum og 5 mínútur eftir það er ekki það farið alveg statriðlinn fer alveg upp sko þannig að það er eitthvað spennandi í gangi sko. Algjörlega, þannig að fótbolti er nummer 1 sko. Já, en mér langar að skrifa hérna bolta lofti sko því að Leifur, við tökum smá umræðum það, við vorum að tefla Íslandmótum helgina, Leifur. Og þar mætti rétt! Hinn kæri Siggi Höskulds
á sitt fyrsta skákmót með 3 vinninga af 4. Já. Risa, það sko Er hann bara svo mikill keppnismaður? Er hann bara, Já, er þetta bara ef linja? hann sekkur sér inn í eitthvað svona sko sem hann hefur áhuga fyrir sko þá fer hann all in. Ég veit ekki hversu mikið hann undirbúið sér fyrir þetta mót. Jú. En hvernig líður þínu manni strækjandum hjá byrninum Inga Þór Hafdísarsinni þar sem hann er búinn að vera nú stúdrar skákfræðin í ég meina þetta 10 er bara ár? alvöru skellur fyrir hann. voru þeir að spila í sömu deild eða? Þeir voru að spila í, Ingi var reyndar í annarri deild. Ok. En Ingi enda með 1 af 4 Já. en Siggi enda með 3 af 4. Já, ég þarf að ræða þetta við þá. En ég veit hvað segir mér að minn maður Ingi sé ekki sáttur með niðurstöðu helgarinnar. Nei. Að sjá Sigga með fleiri vinninga en hann. Þannig að ég þarf að challenge það aðeins og sjá gera úrskurð hvori betri. Mér langar bara að skjóta inn líka með Sigga Höskuld sko. Þú veist, hann hef aldrei mætt á almennt skákmót áður. Þetta er alveg bara 1,5 tíma mann, 30 sekundur í hugsunartíma, eða 30 sekundur á hvert leik í viðbót. Þannig að skákir geta tekið bara upp úr 4 klukkutíma pluss. Já, ég láttu mig það ekki. Já, vá, láttu mig líka, djúvill er þetta leiðilegt. Sko, ég teldi 6 tíma skák í ger. Já, einmitt, akkurat. Þetta getur tekið alveg fáránlega langa tíma. En það að Siggi mæti þarna, það eru 4 deildir og hann er mætt 3. deildina. Ég spil í 3. deildinni og ég er með skákþátt, skiljum. Ég er alveg, allir þarna sem hann var að tefla því, titla sig sem skákmenn. Já. Ok. Og hann mætir þarna, kemur sér og pakkar mönnum saman. Það er staðan. Já. Það er bara náttúrulega sem hann gerði. Vel gert. Þannig að góða sumrið hjá Sigga heldur áfram. Já. Tekur það með sér í veturinn. Hann var komin í Síkó bara í júli cirka. Já. Það tekið þeir 22 stig. Þeir þakka fyrir held ég líka tímabili á leikni var ekki aðeins lengur. Það hefði orðið brass en þeir voru búin að vinna grunnvinnuna til að halda þessu uppi. Finnst þér sanngjöld, þetta er umræða sem ég er bara með þetta, en að þetta sé one man's team? Það er að segja að Sævar ætlaði við bara skilja öll þessum punktum í hús? Nei, ég bara var fullt af góðum leikmönnum. Mér varst Smit góður í markinu, mér varst Emil Berger frábær á miðsvæðinu og Binni Hlöð átti sína leiki og Bjarki Artens og getur pikkað út fleiri sko, en auðvitað Sævar svona aðal maður þeirra og var besti maður þeirra, en það voru fleiri sem áttu gott sumar líka. Já. Fyrst við tölum Guy Smith. Ég persónulega skil ekki alveg hjá Val að sækja Guy Smith yfir Hannes Þór Halldórsson. Nei. Það er eftir að sjá hvað þeir eru að horfa í þetta. Eina sem eins ég sagði því ég var í Dófrafútból daginn var að þeir væru að horfa í það að þeir getur fengið hann inn og minkað budget á markmanni einhver, kannski 3 læri launum eða eitthvað og vilja eyða þessu í eitthvað annað, en ég meina Hannes á samning þarna, þannig að ef hann er grjótharður og er að vilja losa hann eða eitthvað þá þurfa þeir bara að semja það, þannig að ég veit ekki hversu langt svo speki gengur upp sko, en þetta er athyglisvert því að Guy Smith finnst mér alltaf góð markmaður til að fara að setja varamann bekknum hjá Val. Já, og sama með Hannes, skilur við. Já. Og líka það bara, Hannes sagði þarna daginn að hann hefði haft samband á Hlíðarenda og enginn var að svara honum sko, er það ekki svolítið lélegt, slæm vinnubröð þegar landsliðsmarkmaður Íslands og einu af okkar hetjum er að ringi, það tekur einhver upp síman og þá þetta fyrst í svar ekki sko. Og líka bara eins og, það er búið að tala um þetta miljón sem fyrir hann þátt sko, en bara Hannes var líklega skásti leikmaður Vals í sumar sko. Já. En það er örugglega eitthvað sem við vitum ekki, sem hefur kannski ekki eitthvað inn í klefa eða eitthvað ósett einhver staðar eða eitthvað, en við fáum vonandi að vita á einhverju tímapunkti hver ástæðan var, en þetta er fróðlegt að fylgjast með næstu vikum hvernig þetta verður leyst á Hlíðarenda. Já. Ég segi Leifur að það var yfir í gikkin. Já, rífi kikkin. Fyrsti leikur. Já, en hafðu bara kortir. Það er bara langa skák. Já. Við erum bara nóga tíma. Já, ég er nú alveg nógu lengi að hugsa, þannig að það er fínt. Já, svo getum líka grillað á meðan sko. Já, minnst vel á. Hafa ekki allir verið að tala um trikkið að vera að spila og tala í leiðinni, eða ekki? Nei, Leifur, þetta er aðeins og... Þetta er bratt, þetta er brekka. Leifur, vissir að við reyndum að fá grassa í þáttinn fyrir svona hálf ári síðan? Ég er að pæla hendi bara 15-10, bara endur þessu tíma. Nú getur basically, Hvað með að taka bara eins og hálftíma skák, 30 sekúndur? Er þú með svart? Ég er með svart. Þetta er fjarrið þér sko. Já. Hann átti ekki, hann heila fórði ekki framtíðina. Hvað gerist? Hann sá bara grassi var hinum meginn og hann sagði, Ég held ef þetta grassi myndi taka introlæði sko, taka framtíðalæði sem Hjörður oft með þér sko. Já, það er svona les. Ég get sagt ykkur sögu af því þegar ég heyrði það í fyrsta skipti, ég vissi ekki hvað lag þetta var sko. Og það var fóninn Já, útleik. Það er jáleg. Hvað heitir það? Hanna, Það heitir var
þú veist, hvað var þetta, Get Back to the Future lagið eða eitthvað? Jú. Hvað með söguna á meðan við... Nei, það var bara, ég fekk að, hann hendist í þáttum þegar ég var nýkominn hérna aftur og svo sendi félagið minn eftir þátt, eitthvað, ég í kasti hérna eftir að hafa heyrt lagið, ég sagði hvaða lag hérna, lagið í byrjun, sagði ég veit ekkert hvað lag var þetta að tala þá var þetta Back to the Future lagið, sko, sjá. Ég að taka gamli hérna, sko. Þarna Sigur. Þetta? Já. Yes. Þetta var lagið, sko. Ok, þetta lítur vel út, ágætlega út. Já. Og þú ert kenndur við framtíðina af hverju? Það er nokkuð góð saga að segja frá því. Þetta byrjaði náttúrulega allt í einhverju djöfusans vitleysu. Nei, valið þennan. Valið þennan? Drottningin Valdar. Ok. Þetta byrjaði á hérna EM í Fraklandi. Já. Við vorum nýlendir og vorum á leiðinni hérna, vorum að henda töskunum inn á hótel og komum í góða heiminn og vorum á leiðinni eitthvað út. Og ég held að Egill hefði verið búinn að panta bíl, hann var búinn að panta Uber og við fórum að... Þú ert að tala Egil Gilsson? Já, hann var, svo voru fleiri góður, ég held að Hjörvar hefði verið einn í bílnum og hérna Jón Gunnar Gerdal, frasarkongur Íslands. Varstu búinn að heyra Jón Gunnar Gerdalssöguna? Tökum hana eftir það eitthvað eðlis. Og hérna, svo hringir síminn eða eitthvað og ég held að Jón Gunnar hafi svarað, minni þetta hafi verið þannig. Og það var eitthvað, hverjir eru þarna? Og hann eitthvað, já hérna, Hjörvar hérna og Egill og Framtíðin. Og ég ætla aldrei heyrt þetta nafn áður, sko. Það Egill alltaf, Framtíðin, besta nafn sem ég heyrt. Og svo alltaf bara byrjaði þetta út frá því að hann hendi í þessum bíl að Framtíðin var í bílnum og svo hefur þetta bara einhvern veginn fest og svo var það þróað í Gústi from the Future, sko. En menn hafa gaman að þessu nafni, sko. Ég er ekkert búinn að vera að berjast fyrir því að halda eitthvað á lofti en ég er ekkert að berjast á móti því þannig ef menn vilja nota það þá var það bara fínum. Það hlýtur líka svolítið að ná fótvestu í því að þú veist Gústi Nós, Grassi Nós. Já, það er þín orð. En ég er í miklum bobba hérna í þessari skák, sko. Nei, E6. Já. Ok. HF. Já. E6, E6 takk. Þetta er D. Ég sé ekki alveg svona vel, sko. Málið er einmitt, sko að hérna, já. Tölvuskjárinn er lengra frá en margir halda, sko. Hann er lengst í burtu. Já. Ég haldi að þessi gæi sem við erum að spila á móti, er þetta einhver snillingur eða? Ég er svona leiður mér að efast það. Má sjá. Ok. Hvað hann getur. Jú, hann er þrælgóður. Þetta er svona... Voru þetta ílóstíðin eða? Ja, þetta var... Þetta er svona Ingi Þórhallur. Já, ok. Þá tel ég nú með eiga fína möguleg. Eins hvort hann sé ekki að hlusta á mig. Ertu búinn að útiloka það... Ertu búinn að benda Sigga á Inga fyrir sísonið eða? Já, Fyrst að Sævar allir sé farin? Já, ég er búinn að benda honum og hann veit á honum. En ég held að hann sé, sko... Hann leita miklu spiltíma. Já, hann getur ekki garantíað það, sko, en... Hvað vill Ingi spila mikið? Vill hann spila... Hann vill bara fá vera byrjunarleikmaður. Hann er bara að leita til því, sko. Hann er ekki að fá það á byrjunum. Þeir þurfa aðeins að hugsa sinn gang líka, sko. Hvað er alltaf að gera, sko? Svona fyrir þá sem er að horfa og fatta ekki alveg þá mæli ég með að horfa á Sigga Höskuldsþáttinn. Það var helviti skemmtileg spurning sem kom frá Gústa. Þar sem að Gústi lagði til að, já, hann myndi skipta á Sævar alltaf og Inga Þór. Góður leikur. Já, ég er samt, hann er eitthvað að ógna núna á mig, sko. Já, hann er með stæla, sko. Já. Þetta er gestistælar. Já, staðan er fín. Leifur, mér langar að hendi bara í ég er með svo marga góða spurningar. Þetta Facebook, sko, hefðu verið fleiri ef að Facebook hefði ekki krassað hann í 5 eða 6 tíma í dag, sko. Ef við ræða það, sko, það hefur mikil áhrif á fólk. Það bara, ég var ræktinn í dag og þetta var bara annarkvært orð sem ég heyrði. Ég kemst ekki á Instagram. Facebook-lók, hvað er bara... Man fattaði hvað var mikil þræll þannig, sko. Já, ég held bara að vera búið að kansla hættinum. Þennan? Já. Frekar? Já. Akkur er það betur heldur en Drottningi kemur seinast út. Okay. Ef við förum í grunnskrefin, Birgir, þú ert nú kóngurinn í skákheiminum. Það var svolítið orðið mér aftur að falla að ég á til að fara á svolítið flakk með dróluna, sko. Já, það endar yfirleitt illa, sko. Já, ok, kannski kóngurinn í skákheiminum, jú, ég tek því. Skref 1 er hann á valda miðborinu. Já. Ok, hvítur er með, þú veit vissilega með svart, sko, en ég ætla bara að segja það, hvítur haft vinningi þar. Ok. Skref 2 er að koma litlu köllum út sem eru biskupar rittarar. Þú er búinn að koma 2 köllum út, átt eftir að koma hinum biskunum út. Skref 3 er að koma kóknum í skjól og þú getur klárað núna skref 3 með að hrókera og ítir á kóng G núna. Já. Og fer með hann á G8 hana, já, hérna. segur. Og ég slepp honum. Já, slepptu. Og þá ertu búinn með skref 3. Ok.
skref 4 svo koma stóru köllunum út, en þú átt eftir að koma hinum biskunum út og skref 5 að vinna En svona bara, svona, ef við tölum bara gameplan í skák, hrókering, leitar alltaf að ná henni á einhverju tímapunkti? Já, þú verður hana, 95%. þú ert ekki tilbúin að gera árás á andstæðinginn fyrir að þú ert klár. Ok, og þú byrjar á að Áður verja en þú þig? fyrir að gagnrýna aðra, taktu til heim með það. Ok, og þetta er þannig move? Já. Já, Ok. sko, þú byrjar á því í fyrsta lagi bara getur ekki hrókarinn að koma riddarinn með biskupnum út Já. og þá ertu líka bara búin að setja í starttólunar fyrir framhaldið og síðan kemur í kóngumskjólu eins og við talaðum svo getur við farið að gagnrýna aðra á fullu, sko. Á ég að fara að koma fleiri peðum út eða er ég... Ég myndi Já, reyna nú að, þú varst að koma biskupnum út, já, þetta lítur mjög út. Já, B6. hvað með hérna? Á ég Já, að fara einn upp, bara einn einn? segur Já, maður. annars er hann vitni. Drepið mig ef ég Sko, fara ég vonast ekki að segja neitt vitlaust, en Hrafnkell, bróðinn, hann kom hingað til okkar Já. og hann var ekki alveg viss með mannganginn þegar hann mætti, sko. Nei. Þannig að við þurfum ekki að, ég lofa því. Ég er með mannganginn, sko, en þú veist, þekkingin er ekkert eitthvað mikið dýpri en það, sko. Nei. En hérna, mér finnst gaman að, sko, ég get alveg hort á skákir og svona, en ég bara, þú veist, ég er oft þegar að spila, sko, þá vil ég fara beint í að takk, sko, og það verður Já. mér oft að falli, sko. Þannig að ég er kannski ekki alveg nógu, sko, stabíl til að geta beðið, sko, eftir réttum múunum, sko. Ég fer oft og sækja og snemma, sko. Það verður mér yfirleitt að falli. Að skák, sko, þú veist, það er svo margir sem að spila skák eða telt einhvern tímann yfir ævina og sagt bara, þetta er ekkert gaman. Já. En það er líka bara leið og þú lærir þessar 5 grundvallarreglur, þá bara kemur allt í kjölfæri, þá byrjar að pæla að þið bara Mér langar að fara fram með hennar hérna, sko. Er það useless jafnvel move? en kannski byrja að koma biskupn út, það er búin að klára bara skref, Biskup B7. koma út öllum litlu köllunum. Ok. Þú veist, þú byrjar hérna hægri hérna A, Já, B já. og svo þetta með 7. En það já, biskup, Hérna. þetta er riddari, Já. þarna og 1 til hliðar. Þarna ég segur. Ok. Nú ertu búinn með skref 2, sko. Já. Biskup og riddarinn hafa alltaf haft sömu þýðingu fyrir mig, sko. En mér langar að vita, Gústi, þú ert fæddur hvenær? 84. 84. Já. Þú ert á dálítið frægum árgangi, er það ekki það? Jó, bara ef við förum yfir íslenskan fótbolta, þú veist. Fyrir það? Já, bara Ja, byrjum bara árgangnum Tökum 84, fyrirlegt. sko. Bara þeir sem hafa verið að halda, þú veist, Pepsi-deildin á floti í mörg ár eru margir af þeim 84. Tölum Davíð Viðars IFO og Atli Gunnarsson, þeir hafa nátt skila sínum titlum í Hafnarfjörðin. Svo erum við Hannes Halldórsson sem er í Val og Birkir Már Sævars, tveir sennilega bestu með Vals svona heilt yfir. Svo ef við förum í Vesturbæinn, þá ertum við Skara og Óskar Örn Hauks og Pálmar Rapp. Þannig að hann eru alveg konum með 6 leikmenn alveg stóra í íslenski knattspyrnu og svo erum við ekki hérna búnir, sko. Kóngurinn í Fossvoginum, Sölvi Geir Ottesen er 84 líka. Herri, þetta er bara algjör draumalið. Þetta er allt 84, sko. Emmi Hall er náttúrulega 84, hann náttúrulega ekki verið að gera Garðinn frægan hérna eitthvað heima því hann er búin að fresta, hans ferill er búin að vera erlendir, sko, en þetta er allt leikmenn fæddir 1984. Og hverju voru þarna þegar þú varst að þínum yngri árum, hverju voru svona stjörnurnar? Stjörnurnar, þá veist Davíð, þú vissir alltaf að Davíð er því, þú veist, góður, sko, og þú veist, þú sást hann í 4. og 3. flokki, viss hann er góður, sama með Emil. Var Emil lítill að vexti? Nei, hann var ekki lítill, en svona, sást kannski svona stökki frá honum úr 3. upp í 2. kannski svona, þú sást hann í 2. flokki, þá varst alveg, ok, þetta er, þú veist, hann fer út, bóttinn, sko. Þannig að hann var mjög góður. Tók ekki Tottenham? Nei, er ég að byrla? Nei, hann fór til Tottenham, held ég. Var hann ekki með Edgar Davids og einhverjum hann á sínum tíma? Þannig að hann hefði sagt einhvern tíma frá þau, sko. Já, og Sölvi var alltaf góður líka og Sverri Garðars, sem má ekki gleyma honum, hann var IFO líka og vissir hann er góður. En já, og Skari var alltaf geggjaður líka bara... Skari var í Grindavík? Nei, Skari er erst upp í Njarðvík. Það byrja meistaraflokksferðinum minnum í Grindavík og svo tekur Káran frá Grindavík. Og rest is history. Líka bara bestu kaup í sögunni, sko. Já, sennilega, og það sé ekki fyrir mér svona the all time great í Pepsi kalla með svona búin að gera þetta svo vera svo góður yfir langan tíma, bara alltaf haldið standard nána, sko. Þannig að nú þurfum við að fara að hugsa eitthvað move, tíminn er að herja aðeins á okkur, sko. Skari fyrir mér
svona eins og Sala síðustu 2 ár, eða síðustu 4 ár kannski í fantasy, nema hann bara búinn að vera í 11 ár. Já. Það ótrúlegt. Og sko, maður sá Alli Guðna var náttúrulega frábær líka hjá FH. Já. En þú veist að þeir séu jafn gamlir skilur, en þú varst farin að sjá smá decline í Atla Guðna svona undir svona síðustu árin sko. Já. En þú veist, hjá Óskari, hann ennþá að kvætta til vinstri skilur og neglunum í skeitin skilur, þú veist, ennþá í dag, þú veist. Ennþá að halda besta pepsideildarleikmanni á landinu úr liðinu. Akkurat. Sem Stefán Árni Gestsson, þetta ekki saman Birgir eða? Stefán Árni Gestsson. Besti leikmaður í Pepsi í dag. Slökum á. Heyrðu, þarna... Hvað með þennan hérna? Ég ætla að leyfa þér svona smá bara að leika lausum hafum. Nei, ég tek það tilbaka. Þetta var ekki gott sko, En ég vil alltaf marga menn eitthvað fasta sem ég get lítið reynd. Leiktu bara P og D6. Já, P og D6, ok. Ég vil fá smá hreyfingu á borðið sko. Ég þoli ekki svona rólegar skákir sko. Þetta er vel leiðileg skák sko, eða svona lokuð. Hún bara það. Ég meina spurningu Gústa. Já. Ég er með marga spurningar á hann. En fyrst spurningin er svona þitt take á Íslandsmótið sem var að klárast. Í fótbolta? Já. Bara, þú veist, maður alltaf fæddur í Kópavogi og Bliki í grunninn sko. Já. Þannig að maður alltaf var að vonast til að þeir myndu klára þetta, en allt kom fyrir ekki og hérna... Varstu Víkingarnir bara voru frábærir skilur, Víkingarnir þegar þeir vinna Val hérna heima 3-0 og ganga frá þeim leik og svo má ekki gleyma að þeir fara í skjólið og klára sinn leik þar sama tíma þegar Breiðablik var að spila í Kaplakrika og Víkingar fara að vinna sitt og Blika tapa, þannig að það var erfitt að segja eitthvað að Víkingur hafi ekki átt þetta skilið svona in the end sko. Þú náttúrulega fylgst lengi með Blikunum. Já. Mér fannst blikalið, Ekki gjör svo vel. Nei, bara, mér fannst blikalið í sumar alveg frábært, þú veist gott að horfa, þú veist, geðveikt að horfa á það sko, bara rönni hjá þeim á heimavelli, hvernig þeir tóku hvert lið á fætur öðrum og, þú veist, löpuðu við á. En það þarf að, þú veist, stíga yfir línuna og til að verða meistari og leikurinn í Kaplakrika var vonbrigði með út í það farið sko. Blikarnir hafa eru svolítið þekktir fyrir það að tjóka á lokametrinum. Já, ég láta mig þetta. Já, ég leyfi ykkur báðum að þekka það. Hérna, varst á einhverjum tímapunkti bara, herri, ég get bara að halla mér aftur, fengið mig kaffibót? Aldrei. Og þetta leit samt vel út fyrir síðustu umferðina því að ég hugsa alltaf sko, þú veist, meðan KR var ennþá í Evrópu síðan, þá hugsaði ég alltaf sko að Víkingur ekki að fara í gefinsleik í Frostaskjólinn sko, ég sá bara fyrir mig kannski mögulega jafntefli þar og þá ef að Blikar hefðu hugsaði maður bara, jafntefli myndi alltaf vera allt í lagi á móti FH þannig séð, því að þá þurftu þeir að vinna HK í loka leiknum sem ég grunnaði myndi alltaf gera. Þannig að þú veist, þeir voru komnir með þetta í sínar hendur og alveg klárlega sko, en leikurinn í Kaplakrika var vonbrigði, hvernig hann spilaði sko. Var það reynsluleysi? Nei, ég meina fullt af þessum gæjum búin að spila, þú veist, í mörg ár og margir búin að spila lengi í deildinni og þetta var ekki reynsluleysi, ég held að það er bara verið þú veist, þeir áttu bara oft dag, þú veist, það er svona mitt take á þetta sko, bara fundi ekki rytmann En það var samt augljóst að þetta var öðruvísi leikur eftir hver annar leikur og þú sást í fyrri hálfleik feilsetningar sem voru að gera og það var stress í mönnum sko. Þeir áttu að spila mikilvægasta leik tímabilsins og þú segir þeir áttu oft dag, er það á þjálfaranum eða? Nei, ég held að þetta sé bara meira með spennjustu leikmanna að gera sko. Það har bara ekki verið á deginu sínum þegar þeir þurftu þess og FH var að spila svona leik sem skipti þá basically engum máli en annað en bara upp úr stoltið og ég veit ekki, það er erfitt að benda einhvern eitt hlut hvað klikka en þetta var allavega ekki þeirra dagur og hérna, maður hefur séð að spila marga leiki þar sem við sköpuðu hellingafærum og bara það gekk alla í þessu, það gekk eiginlega ekkert upp í þessu leik. Skulum ekki að riðið þannig leik. Nei, eins og við satt kom inn á bara senasta þætti, það er miklu auðveldara og maður sá alveg hvernig FH voru gíraðir, þeir voru ekki gíraðir eins og það væri bara hver annar þriðdagsleikur sko, þeir ætluðu að koma og skemma partí. Já, það var klart. Stúkan var með og þeir voru allir í gír og það er bara erfitt að spila hann leik. Auðvitað, en svo með ekki horfið það líka sko, KR var með miklu meira motivation fyrir að mæta Víking og FH var ekki að spila basically upp á neitt, en KR var að spila upp á Evrópusæti og þú veist þurfti að vinna og hérna samt og Víkingur lenda undir og koma tilbaka og vinna leikinn sko, þannig að það átti enda á þau deg þá eru þeir alveg til sigurvegarar í mótinu sko, það er ekki hægt að segja neitt annars sko. Maður sá svona þegar þeir tóku valsana þá var maður svona, það er eitthvað í gangi þarna sko. Maður svona vissi einhvern veginn sko, auðvitað að segja þetta núna eftir á en þegar Sölvi Ottesen
fór með hausinn fyrir þarna þegar Tryggvi Hrafn alltaf var að skora þarna. Já. En þá svona... Það var moment sko. Já. Það var moment. Alveg klárt. Og svo Kári Átna þarna í KR-leiknum og... Já, þetta var frábært tímabil fannst mér. Svona heilt yfir bara. Fylgjast með. Þetta er gott. Já. Já, ég held sem bara hjartar að samanlega því. Leifur, ég vil á hendur í fyrst spurningu, takk. Já, nú erum við komin í einhverja algjörða veislu Hvað gerðist? Tvöfalt prímúf. Já. Hvað gerðist? Það sem gerist var, sem sagt, þegar þú ert að spila hraðskák og bara skák, ef þú ert bara viss að hann ætlar að leika einhverju, þá getur þú leikið leiknum á undan. Ok. En það getur komið í baki á. Þetta er oflókið fyrir mig. Já, en kóngurinn, sjómaðurinn, Ingi Þór Hafdísson spyr, skrítnasta jólagjöf sem Grassi hefur fengið? Já, það var jólagjöfum frá Inga. Það er ekki skrítið að spyrja þig sko. Þetta var eitthvað svona til að vaxa á það pungin eða eitthvað svona sko. Þannig að ég held að hann var að gefa mig Good Shit Gel sko. En þetta er ennþá... Þetta var neðanbelt spurning, ég vissi það ekki einhvern veginn. Nei, í fínu lagi sko. Já, ekki til að... Það var bara húmor skilur, góður húmor milli vinna og hann greip mig á föstudaginn og sagði þú verður að spyrja þessu sko. Já, þetta er ennþá á sínu stað, ég líti nú allan að ég verð að viðurkenna en Það þakkar að kella fyrir? Að sjálfsög, ég bara, þegar einhver bankar upp og hjá aðfangadag og vil gefa það í gjöf sko, þá var það hugurinn sem skiptir máli sko, ekki alltaf bankar upp aðfangadag með það? Já, þetta mér minnir þetta að verið þannig sko. Ég þakka það bara fyrir mig og vinni með það, ég hef kannski verið að kaupa eitthvað þessi jólin til að gefa Inga til að jafna leikinn út sko. Launa greiða? Já, til að launa greiða sko. Hvað er betri eldhúsin í sambúð á Blönduósi? Höfðinginn eða Gústi? Spyr Höfðinginn. Djöfull. Ég man nú ekki eftir að elda neitt á Blönduósi sko. Hvernig var Höfðinginn? Það var geggjaður sko. Já, við erum alltaf búin að þekkjast bara frá því við vorum bara að byrjum saman í meistaraflokki Breiðabliks. Þarna í kringum 2000, eitthvað svo les, já. Þegar ég fyrir á mínu fyrstu meistaraflokksæfingar. Svo alltaf bara spilum við alveg í Blikum hérna saman, alveg þar til ég fer 2005 eða 2006 eða eitthvað. Og svo alltaf fær hann mig hérna í Blönduósævintýri 2008. Ég man ekki við höfum eldan eitt í einu sinni sko, ef því að skipta. Við vorum mikið að vinna með einn á Blönduósi sko. Já. Það var eitthvað pizza. Það var salat. Já, það var ekkert salat sko. Þannig að ég bara, þú veist. Þú verður báðið á slæmir eða? Já, ég held það. En ég, þú veist, ef það verður einhver vinnir hérna í eldhúsinu þá það verður hann sko, því að ég bara man ekki, þú veist, að hvorugur okkar hafi eldað sko á þessum tíma sko, en það var svona, já, ég held að við vorum mikið að, þetta var nú ekki það langur tími líka sko. Hvað árið þetta? Þetta er 2008 frekar en 2009 sko. Hvenær okkar maður Jón Kári Eldon að mæta að það? Ég held að Jón Kári það var meira ævintýri. Já, ég held að við vorum með húsið þarna þá. Já, það er eftir þetta sko. Ég mig langar að segja að það hef verið sko kannski 2011 og 2012. Þetta er bara svo langt síðan sko. Þetta rennur allt saman í sama ár hjá manni sko. En já, ég held að ég og Stjáni hafa verið þarna 2008 í nokkuð 7 ára. Var Stjáni þjálfari þá? Já, Stjáni var þjálfari. Hvernig var Stjáni þessi þjálfari? Hvað var gameplanið? Hann var ekki allar það sko. En ég hef alltaf bara búin að spila með honum í mörg ár og þetta var ekkert nýtt svona fyrir mér hvernig karakterinn og típan sem Kristján er sko. Þannig að ég var bara mjónað með hann sko. Líka Stjána við einhvern þjálfari heims. Herru! Það er sigur! Let's go! Stundum er best að vera skynsamur sko. Bíða eftir réttamónu sko. En þetta var ekki hann fór fyrir brjóstið á einhverjum annað, eitthvað sem hann var að segja, eitthvað sem hann var að gera og kannski með mikið keppnisskap eins og allir vita og það því fór sem fór sko, en persónulega fyrir mér hafði ég ekkert út á hann að sitja og var bara nokkuð ánægður með hann og við bjöggum þetta saman þannig að það var skellur fyrir mig að hann er rekinn í byrjun júní eða eitthvað og reynspólur á grasinu þarna? Já, því ég var oft verið spurður út í þá sögu sko. Já. Býtu, hvað er það? Já, sagan gekk alltaf að þegar Stjáni var rekinn, hann hefði farið þarna og keyrt út á völlinn og reykspóla þarna, en ég er ekki ennþá, hef aldrei fengið staðfestingu á því að hann hafi gert það, en ég heyrði þessa sögu oft sko, en ég bara veit ekki hvort hún sé sönn sko. En býtu, þú varst þarna á þessum tíma? Já. Voru hjólför í grasinu? Nei, það var ekki því ég tók eftir sko, en það var oft verið,
að vera að valta völlin og eitthvað svona þarna sko, þannig að það geti einhver að vera búið til sögu út frá því sko, og það voru eitthvað för í vellinum eftir það sko, en þetta er góð saga sko, þannig að ég aldrei drepa góða sögu með sannleikann sko. Einmitt, líka Stjána við eitthvað þjálfari heimsfótboltan? Bara málið það er og erfitt því að sko Stjáni hefur þjálfað svo lítið sko, og veist á sínum ferli sko, en það er pottitt bara eitthvað grimmur og Mourinho. Já, við ekki bara setja hann á Mourinho. Já. Bara demanding á sína leikmenn og hérna, held það sé fínt. Ok. Já. Líka, ég myndi halda það sem að rífi ágætlega við Mourinho er líka það að sko, hann fílar sína menn og sumi skilja hann ekki og það er bara þannig. En hann lærir álega, hann lærir ekki spurt það. En ef við förum aðeins yfir, þú átt bara ansi glæstan feril sem fótboltamaður. Já, svona fínan íslenskan feril. Það er miklu betur, sko, ok, ég vissi sirka hvað það sem að gera, sko, áður en fengum við þáttinn og bara alltaf veit hvað það er. En það kom mér samt skemmtilega óvart, þú átt einhverja 60 leiki í B-deild, 14 leiki í A-deild, eitthvað svoleiðis. Jú, B-deildin var mín deild, sko. Ég var ekki nógu góður fyrir Pepsi-deildina og hérna, það var fínt að fá bara reality check þegar maður mætti þangað á sínum tíma sko. Við erum með umræðu setna Invincibles, þannig við tökum það setna, en ferillinn, En hérna, þegar ég spila með Fjölni í efstu deild 2009 eða 2010. Þá ég komin heim úr námi í Bandaríkjunum, var búinn að vera þar í 3 ár og Ási hefur samband og hérna, ég hafði náttúrulega verið hjá honum áður 2006 og ég spila held í 2009 tímabilið með Fjölni og þá fekk maður svona smá reality check, þá vorum við að spila mútið FH og svo lítur við hægra megin við þig, ertu með Matta Vill og hinum með Björn Daniel og svo Dennis Símanna minni mig eða Davíð Viðars eða einhver sko. Já, bara fínt og við vorum bara ekki með nógu gott lið og fjallum bara áttum skilja að falla og hérna. En hver áttur í þessu lið sem var líka? Aron Jó var þarna. Já. Hvernig fjallið? Sko, málega það, við vorum ekki með nógu, við hefðum alveg getað haldið okkur uppi, við vorum að berjast við Þrótt hérna, Þróttu var með Hauk Pál. Voru ekki efstir þarna í, Nei, þetta er ekki saman tímabil. Við vorum að spila, við vorum berjast við IBVF og Þrótt minni mig fall og við erum að spila á móti Þróttimanni, stutt eftir Vesturmannahelgi og erum 1-0 yfir í einhverjum þvílíku roki og rugli sko, og þá fá Þróttar að detti í hálfleik 1-0 yfir og þeir fá aukaspyrnu fyrir aftan miðju, hengjan inn á teig, Haukur Páll kemur á siglingunni og skallar hann og fyrir utan teig jafnar 1-1 og þeir enda á vinnanleik, við förum til Eyja og töpum þar, þetta var bara svona leikindi sem við þurftum að vinna, við klúðrum þeim og ég man ekki hvort að IBF hafi ekki haldið þessu upp og við og Þróttar hafum fallið að við mann það rétt sko. Þannig að það var, ég á þessu tíma sem maður var í Fjölni, maður fekk náttúrulega að kynnast alveg haug af ungum og virkilega góðum leikmönnum sem voru þarna á þessum tíma sko, Kitty Sig, Aron Jó, það voru bestu vinir, svo náttúrulega má ekki gleyma Aron Sig, Viðar Ari, svo einhverju séu nefndir sko, þeir voru allir Voru allir þessi fjórir? Já, ekki svona á sama tíma, kannski eftir eitthvað, en svona mismunandi lið, Aron og Kitty aðeins og undan og svo koma Viðar og Aron Sig svona stuttur seinna og Beggi Ólafs og Gummi Júl og sem núna bara að fara aftur í Fjölni úr HK sko, þannig að það var fullt af góðu leikmönnum sem komu þarna upp sko og gaman að vera sjá þá svona á sínum fyrstu árum sko. Þannig að það var það var bara geggjað sko, þannig að ég kunni ógeðslega þakklátur fyrir minn tíma í gráinu. En þú klárar yngreflokkuna Breiðablik og færðu strax bara breyki í meistaraflokk eða hvernig? Sko, Siggi Grétars kallaði mig á meistaraflokksæfingar þegar ég er á yngsta ári í öðrum, bara árið 2000 held ég. Þá var bara lítið eftir á mótinu og bara vantaði að fylla upp í æfingahóp og þess áttar sko. Og þá er ég á yngsta ári í öðrum og Blikar falla þá úr efstu deild og svo tekur Jörundur Áki minni mig við af Sigga 2001 og 2002 og þá byrjaði maður að fá smjörþefinn svona meistaraflokki og byrjaði að spila eitthvað og svona inn og út og svo náttúrulega tekur Bjarni Jó við þarna fyrir 2005 tímabilið og maður var svona maður var varamaður í því liði og var að koma inn og fekk svona leiki af og til en var svona algjör squad player sko. Þannig að það var ekki, Blikar við förum upp náttúrulega það tímabil og förum í efstu deild og þá var náttúrulega bara að bíða eftir í mörg ára Blikar færi upp og þá var bara ákveðið að keyra út og
styrkjum náttúrulega liðið veturinn, fáum nokkuð góða útlendinga þarna og maður var ekki það heimskur að maður sá alveg að maður var ekki í liðinu sem fóru upp og svo var búið að styrkja liðið, það gæti orðið erfiðara að fá Lagði saman 2-2 þarna? Já, maður lagði saman 2-2, þetta hefði maður viljað taka þátt í þessu með þeim en það hefur kannski verið 15 til 17 maður eitthvað svoleiðis. Þannig ég talaði við Kristoffer Sigurgeirs sem ég var búinn að vera með í meistaraflokksleikum, hann var orðinn aðstoðarþjálfari í Fjölni. Já. Og hann sagði við mig að hann væri mjög áhugasamur að fá mig í Grafarvogi og þá spilaði ég mitt fyrsta tímabil með Fjölni 2006 og við erum í séns alveg fram í loka umferð held ég að fara upp deild. Þannig að þá gerði ég skelfileg mistök eftir það tímabil sko. Þá ég fer til skóla í Bandaríkjana, ég missti það síðustu 3 eða 4 umferðunum og Fjölnir tímabilið eftir fá þeir til sín það tímabilið þeir fá Atla Viðar Björns og Óla Pál Snorra á láni og fara upp deild og fara í bikarúrslit og ég var það vitlaus að Óli Kristjáns var tekinn við Blikunum að við komum heim jólin, ég og Kári Ársæls vinur minn sem vorum í sama skóla úti mætum á einhverjar 2 æfingar í byrju janúar árum förum aftur út og við fáum og þeir bjóðu okkur báðum samning hjá Blikunum og við komum út í æfingarferðina í mars-apríl eða eitthvað og maður alltaf búin að eiga gott tímabil og svona var aðeins peppar en tímabil á undan sko. Svo alltaf bara kemur maður heim og var við báðir og það var ekki búin að spila neina leiki í einhverja mánuði alltaf tímabili í Bandaríkjunum spila fyrir áramót sko þannig að og það var disaster skilur komst aldrei í takt og varst ekki nálægt í að komast Blika bara komin með 3 liðarna skilur og ég held ég að venda það tímabil bara að spila eitthvað nokkra leiki með Augnablik að hann fór aftur út í skóla sko og þá var Fjölnir konum með Atla Viðar og Óla Pál og maður hefði getað tekið þátt í þeirri veislu sko eftir gott tímabil á undan sko það er svona verið að spyrja leikmenn hvað þeir sjá eftir á ferlinum þetta voru mistök allavega þegar maður fer út í það að gera sko. En svona bara boltinn en svo kom ég aftur, kláraði skólan úti og fór síðan aftur í Fjölni og ég held ég að tekið einhver 3-4 tímabil frá 2009 til 2012 eða eitthvað svoleiðis bara þegar ég kem aftur og bara átti frábæran tíma í Grafi og sé ekki eftir neinu þar sko. Mér langar að koma inn á að þegar þú spilaði 2 leiki með Augnablik áður en þú leggur skóna á hilluna. Já, ég var bara orðinn ónýtur á þessu tímabili sko. Kálur á mig var bara í hakki og mér langaði að vera með, þetta var skemmtilegur hópur spilaði leika múti Huginn eða eitthvað en maður var alltaf á annari löppinni basically og ég bara nennti ekki að vera það var að þjálfa á þessum tíma og ég nennti ekki að vera bara að skemma mig ennþá meira sko en ég Kálur á mér bara ennþá ónýtur í dag og ég get ekki einu sinni verið ennþá í bumbubolta í dag sko þannig Það er svoleiðis? Það er bara svoleiðis sko og ég annars væri ég búinn að vera að leika mér eitthvað í kringum sérstaklega eftir að Augnablik og Smáradæmið og þetta sem búið að vera på síðustu ár sko ef maður gæti nú eitthvað gert skilur þá hefði maður viljað sprikla það sko. En ef við tökum byssurnar sem voru með þér í árgangi og hafa spilað svona lengi bara öll þessi nöfn sem eru Óskar Sölvi Geir Pálmi Atli Guðna Pálmi Rafn, hann líka? Pálmi er 84 líka það var í Húsvík ég veit ekki hversu mörg nöfn er að spila hæstu lagili Hannes í fyrsta lagi hvað kom fyrir Kálunnaðir og í öðru lagi bara að því maður talar oft leikmenn í dag eru búin átt sem miklu betra á mataræðinu en ef við tökum svo 84 kynnslóð þá eru þeir bara komnir í 30 og eru að spila bara frábæran bolt bara ótrúlega segir sko ég meina gæðin þeir sem ég hef talað við eins og í Vesturbænum hjá KR þeir sjá bara gæði eins og Óskar Örn þeir sjá bara að það er enginn sem hugsa betur sig heldur en hann en það er svona eitthvað kannski ég veit ekki hversu mikið hann gerði það fyrsta áru sinni í meistaraflokki eða bara hvort hann hefði tekið sig í gegn bara síðustu árin því að hann bara átti þess á því ef ég ætla að vera að spila með það bestu þá þarf ég komin á hennan aldur og þá þarf ég þarf að borða betur ég þarf að hugsa betur mig og æfa betur en aðrir skilurðu en hver var hinn spurningin? Hvað kom fyrir Kálunnaðir? Já, hvað kom fyrir Kálunnaðir? Það bara, ég fór á æfingu 2010 eða eitthvað það var bara eitt moment það bara gerist eitthvað, ég er að skjóta og það var bara, ég var í fríi ég var í Fjölni á þessum tíma
og það er jólafrí og mér langaði að halda mér eitthvað við yfir jólafrí þannig ég fer með augnablikstrákunum, það var æfing eitthvað svona bara 5 og 5 eða eitthvað og ég bara að rekja boltan og það gerist bara eitthvað og ég hugsaði bara, herri, þetta maður tala að slíta hásinn sko, það var alltaf svo einhver að skjóta það með byssu og eitthvað mér leiði eins og ég hef verið skotið mér svona 3 byssukúlum sko og ég bara, það hefur verið eitthvað rifna bara í kálvanum og hann hefur gróið vitlaust saman og eitthvað svoleiðis og ég bara, þannig það bara, það er margt verið í lífunu heldur en að vera með eitthvað ónýttan kálvan sko en þetta ég náði mér aldrei aftur í fullkomlega í boltanum eftir þetta og náði að koma eftir tilbaka en ég fann alltaf fyrir þessu og svo endaði þetta fyrir að spila í Ólafsvík með Fjölni og ég var búinn að vera hálftæpur í kálvanum og fór eitthvað út að hita manni á undan sko og Ási sagði, já láttu mig vita hvernig þú ert og ég kem hann inn og sagði, já ég held þetta sé alveg í lagi sko svo eftir 20 mínútur eða eitthvað Víkingur fá horn og ég tek boltan á næstönginu er að hreinsa í burtu þá finn ég bara samar bara að gefa þetta og hugsa bara aðja nú er þetta búið og það var bara þannig og en ég hef viljað ná kannski 1-2 tímabilum í viðbót á þessum tíma með Fjölnum þetta var skemmtilegur hópur og gott lið svona sem var í gangi og hef ég viljað ná aðeins meira en ég gæti alveg farið þokkalega sáttur frá borði ég var að þjálfa þessum tíma og bara hafði Uppáhald sísónaferðlunum? Já, talaðum að fara að setja uppáhald sísón líka. Já, það verður, uppáhald sísónu, eru bara þessi 2 röð hjá mér, vantarlega 2005 og 2006. 2005 með Blikum, Invincible tímabilið. Ef við grípum það, fyrirgeðu, klára hitt. Og hitt bara sem fylgir í kjölfarið, fyrsta ára mitt á Fjölni, 2006, var geðveikt líka. Já, ef við teljum bara þessu byssurnar sem voru að spila þarna í Blikum á þessu 2005. Við erum með Arnór Svein Aðalsteinsson. Já. Við getum nefnt alls konar menn, en við heldum bara áfram Guðmann Þórisson. Já. Gunnar Örn Jónsson. Já, Gunnar Örn Jónsson. Svo erum við með Hjörvar Haflega, spilar alla áttanleikina. Kristján Óli Sigurðsson. Kári Ársæls. Magnús Páll Gunnarsson. Stálmúsin, Steinþór Freyr Þorsteinsson. Sörens og lokum Ágúst Þór Ágússon. Þetta var drullu skemmtilegt. Þetta er svakalegt lið og ég spyr, mín fyrsta spurning er svo, eftir að tala upp henni leikmannahóp. Sem þjálfari, hvernig heldur þú klefanum með svona margar stórstjörnur í liðinu? Það er bara frábær spurning sko, en málið var að þarna var þetta bara, Blika voru bara þeim stað að nú var bara, þegar Bjarni Jó gerði það, hann hreinsa svolítið til þarna sko, frá tímabilinu undan 2004, á mikið að gæjum sem voru 30 plus, sem voru, kannski komnir yfir sitt síðasta söludag, hann voru búin að vera svolítið hjá klúbnum í svolítið tíma og hann einhvern veginn að hreinsa þá út bara nánast á heilu bretti og hann tekur inn leikmenn sem hann sænar Hans Fróða Hansen, hann sænar Petr Potemski og Hjörvar Haflega fer í markið og bara geggjaða markmaður, frábær hafsend og mjög góður miðjumaður og svo vorum við með unga gæja, við vorum allir ungir og græðir komið upp úr öðrum og svo bara með menni eins og Árna Kristinn og fleiri, Olla Sigurgeis sem voru bara verið í langan tíma og þannig að þetta var svona bara rock solid lið, vorum geðveik liðsdeild og svo vorum við með, svo gátum við róterað okkur ungur strákunum og við vorum sem gifti ekki máli hverju voru á bekknum en þóttu vart á bekknum og komst inn á 60. og 70. og það voru allir að vinna í sömu átt og það var ekkert að grenja og maður var á bekknum hann sko, þetta var bara, það einu skipti máli fyrir mig þegar maður var að spila þarna að Breiðablik færi upp. Já. Og hitt gætt svona mætt ágangi upp á og þetta vilja allir spila alltaf og vera í liðinu en það var almark með að komast bara upp þetta tímabil. En mér langar bara að taka nokkra fyrir þessi lið af því við erum að tala um bara karakterinni í þessi lið, þeir eru stórir stóri karakterar. Við erum að tala um það eftir 2005 þannig að Hjörvar er 21 árs. Já. Bara hann er búinn að gera garðafræði með Dóttir fútbol bara hann takk við leiki, við getum orðað þannig. Já, Hjörvar er 20, hann er náttúrulega fæddur 80, Hjörvar er 80 mótil eða ekki? Hann er 80. Er hann ekki 20? Er það ekki rétt hjá mér? Jú, hann er 80 mótil. Hann er 80 mótil. Þannig að þetta er samt. Hann var gjössanlega sturlaður þetta tímabil sko. Alveg bara sjaldan séð annað eins tímabil hjá markmanni sko. En ef við horfum á þetta lið sko. Þú veist, höldum aðeins áfram Hjörvar, bara þú veist, var hann svona stór presens í klefanum, var hann bara
lét í sér heyra og ég held að Peter Schmeichel hafi alltaf verið fyrirmyndin hans í markinu sko, hann var svona með Schmeichel-takta sko, svona öskra á menn og láta vita af sér sko, en hann bakkaði það upp með bara frábærum leikjum og hann átti ótrúlega gott tímabil hann ekki bara tala, hann bakkar að við hann var alveg geggjaður átt hjútsvörslur sem bjargaði nokkur leikið fyrir okkur en ef við horfum líka yfir þetta lið sko, en marka eftir leikmaðurinn, núna í inkassodeldinni og horfir á inkasso í dag sko, og það er alltaf einhverjir gæjar með 15-20 mörk eða eitthvað ég mér langar að segja marka eftir leikmaðurinn okkar og voru ykkur 2-3 með 5 eða 6 mörk eða eitthvað ég held að við enginn skorað meira en 6 mörk í liðinu sko Ellert Reyn sem 4 Olli með örugglega eitthvað svipað það er ekkert að frétta það ég að segja 5 mörk á höfðingjan og Olli með 6 og það er engin með meira en Raggi með 5 og pældi í þessu og tap ekki leik en samt engin eitthvað svona engin það var engin Henry að því nei, það var mikið bara grænt leikjum, jafnir leikir, vinna 1-0 eða 2-1 eða eitthvað þetta var allan mannskapurinn var það góður að það hefði verið klúður að fara ekki upp með þetta lið bara, en þegar ég horf á þetta lið þá er einn hlutur sem bara öskra á mig það er bara stemning og djá þetta var það líka hvernig var stemmarinn allir ungir og graðir eins og þú segir það var bara geðvikt það var alltaf partí, það var alltaf fjör eftir alla útileiki það var alltaf bara búið að fylla rútuna bjór sko áður að fara inn í hennar sko og það voru allir, þetta var illa skemmtilega rópur að vera og eitt af svona eftirmjörnstímabölunum í fótboltanum og það var bara geggjað. Og þeir líka þeim aldrei sko, þú veist 84 og svo framvegis, ég er á þeim aldrei að ég hef aldrei að sko þeir verða að fá vini ykkar og þeir eru á þeim aldrei bara að skapa stemning í stúkunni, var það svoleiðis eða? Já, það var að mynda stemning, bara Breiðablik var búið að vera, þú veist, vonbrigði, þetta var svona búið að vera dautt í mörg ár bara, það var ekkert búið að vera í gangi bara, þú veist, 7. og 8. sæti í fyrstu deild og ekki svona verið eins og challenge að fara upp og þannig að menn voru svona, fótboltinn í Breiðablik var ekkert svona það merkilegur fyrir fólk að vera eitthvað að peppa en maður fann svona þegar leið á tímabil og það væri eitthvað að gerast þarna og svo var náttúrulega bara, þú veist, stúkumálinn náttúrulega, gamla stúkan á Kópavogsvelli og allt það og svona þetta var svona, það var ekki eins og í dag með nýju stúkunni og þetta myndi aðeins betri stemningu og svona, þetta var svolítið svona upplifun að koma og Kópavogsvelli á þessum tíma var ekkert eitthvað svona geðveik skilurðu. Þú varst ekkert í VIP-in í rauð og hvítu? Nei. Það var ekki DKS alveg vitt Birkir hefði ekki látið sjá sig þarna sko. Hann vill láta DKS það var gamla stúkan og svo voru bara var steypan hinum meginn bara nokkra tröppur og eitthvað þetta var ekkert eitthvað geðveikt fyrir stuðningsmanninn að mæta sko en þetta er töluvert betra í dag Já, láttu mig það ekki það líður ekki svo vika sem ég fekk ekki suma bara ég mætti með Nei, ég meina, það er bara ekki upplifun í dag að koma á fótboltaleiki, þú vilt geta farið þetta á að vera, þú veist, þetta á að vera event og átt að geta komið þarna fyrir leik og fengið bjór og spjallað við lið og fengið jafnvel bjór eftir leik og gert þetta smá upplifun og þetta á að vera partur að mæta á völlin. En svo líka, þú veist, ég held sér ekki að vera með rangt mál en þegar ég var að vaxa úr grasi slíta barskólum 2005-06 á þessum tíma þá voru menn að tala um það bara svolítið eins og Fjölni fyrir nokkur árum bara hvað er konið margir í úrlingastarfi þetta var ekki svona stór klúbbur á þessum tíma eða hvað hann var ristór dag hann var að stækka svolítið náttúrulega fífan og allt þetta var komið og svona og hérna en það var bara það sem allir veist Breiðablik átti bara var komin á þann stað á þessum tíma veist þetta átti bara að vera orðin efsteldaklúbbur þannig sé með að við fjölda þegar þú talar efsteldaklúbb það sem ég er með við er bara þú veist líkar dag og mín kynslu er bara einn af bestu þarna erum við að tala allt annað pakka þarna var það var ekki að horfa inn að titla þarna varstu með lið bara sem voru komin miklu lengra en þú og voru á allt öðru leveli en þarna var svona það þarf að stabilisera Breiðablik hérna sem Pepsi-deildarklúbb sko. Við vorum þar þarna sko. Svo kemur hitt bara seinna þóttum þegar maður sæna leikminn og voru komin með hörkulið 2007-2008 sko. Það var ekki fyrir en svona Adi Grétars mætti aftur tilbaka og liðið var búin að mótast aðeins nokkur ári í efstu deilda menn gætu fara að horfa kannski fara að horfa í titla og eitthvað svoleiðis sko. Það var bara það var enginn að pæla í því þarna 2005-2006 það var bara að fá að vera með stórustrákunum Ef það lókar að skjóta einhver inn núna Já, Gústi samt hljóma svo við séum bara orðinir eitthvað málmóður í Kópavoginum sko en þetta er alls ekki þannig sko því miður sko
Ég meina þeir eru bara farin að gera kröfu. Já, kröfu, en krafa er eitt sko, en árangur annað. Krafa er sem við erum að tala bara að vera Bliki í dag, þeir eru bara, nú veit ég hvernig okkur káir ykkur liðum. Það ekkert gaman alltaf með liði sem að gera kröfu titilin ár eftir ár, sko. En þú getur bara að tapa, en versus Blikana stöðu uppbygging, fá nýja leikmenn. Við getum ekki ímyndum betri klúbb, en núna er þið svona kynnast í bara að vera, það er ákveðin krafa á ykkur. Já, enda bara liðið orðið það gott í dag að þeir eiga að vera að berjast titla. Það er engar afsökunir. Flott að fá K.R. í jobbið, hann veit hvernig það er að vinna. Nefn Já, en það eru góði menn að mæta í setti. Það er alltaf gaman þegar gestagangur í setti. Já, aðra vikunni röð. Já, og við erum með fullt af spurningum, en áður en ég kem að spurningunum, þá langar maður að koma inn á þetta. Nú erum við að taka ferilinn aðeins. Síðan þarf að klára ferilinn. Þá liggur beint við að þú ert starfsmaður Kúlbletta. Já. Að beint við þú alla þessi sérþekkingu, nýta hana sér þetta. Já, en það kemur bara svona seinna með sko. Þegar ég klára námið úti 2008, þá kem ég heim fyrir að vinna hjá Valitor á Íslandi. Er þar í 3 ár. Svo var ég að þjálfa fótbolta hjá Breiðablik í mörg ár á sama tíma. Já. Og einhvern tímapunkti var ég búinn að bæta við með fleiri flokkum og svona þá ákvað ég að setja aðeins meiri fókus í þjálfunum heldur en hitt, hætti í Valitor og fór að þjálfa meira og svo kemur Kúlbett bara svona upp seinna meir sko, þegar Daði hefur samband og þegar Kúlbett þurfti að bæta við sér starfsmönnum á Íslandi og þá kemur það seinna inn sko, en ég á búinn að vera að þjálfa þarna alveg, ég ætla að koma alveg mörg, 5-6 ári þarna í yngri flokkunum hjá Blikum sem ég leið mjög vel í og fannst gaman sko. Sjá alla þessu ungu leikmenn vera vaks og dama. Ég gleymi ekki, ég veit ekki hvort þú munir eftir fréttinni, en þú veist, þetta var örugglega bara 2010 eða eitthvað. Það kom einhver frétt og ég pældi ekkert mikið í þá, ég pældi aðeins í af því að ég er svona frekar fjármála miðaður sko. Þú veist, ég tek alveg eftir svona hlutum en maður betur eftir þetta. Ég er náttúrulega, ég kom inn á áður í þáttunum að ég er mikill bettari, ég er það. Og það kom bara einhver frétt, einhver Indverji er búinn að vera að skoða tölfræði í íslensku leikjunum og græða bara einhverja það sem ég fannst galna upp með þá. Þetta var allt annað sport en í dag. Getum alveg, þú ert að stýra stjórnum í dag, þetta er ekki saman leikur. Nei, bara núna bara öll tölfræði, svona upplýsingar og allt svona, þetta er orðið rosa aðgengilegt með öllu stati sem er í kringu leiki og svona. En ég náttúrulega byrjaði fyrsta ári mín þegar ég 2005 eða 2006 þá er ég að vinna sko hjá. Það hlýtur að vera grín hana þegar það voru ekki með allar þessu upplýsingaflæði. Þú hefur alltaf sko KSI.is er búinn að vera til lengi og þú hefur alltaf stöðutöflur og upplýsingar og leikmenn og fleira. Þegar við tala um KSI í dag og KSI þá, það er bara ekki sama þetta er Apple og Apple Svo núna ertu komið með sko, nú ertu getur fann að fá þetta Wisecout og fleira sko, nú getur skoðað XG og þetta bla bla sem við byrja að bæta bara úrslit.net, þú getur ítt á leikmann og svo gefið Daða smá sjá, bara þú getur séð hvað hann spila marga leikmann og skora mörg á úrslit.net. Það er heldur gott sko, þannig að þetta er að verða upplýsingarsöfnunin er orðin miklu meiri í dag heldur en hún var á þessum tíma. En já, ég byrjaði að fikta hjá Lengjunni á sínum tíma þegar ég var ráðinn sem ég þurfti að fá aukavinnu og var að stimpla inn hérna muni ekki eftir gamla góða textaorpinu. Jú. 390 og... Varst í því? Já, þar byrjaði... 3-3-3 var það... Nei, það var geggjað. Enski boltinn var 3-4-2 eða 3-4-3 eða eitthvað. Á staðan, svo leikir... Já, Lengjunni sko, þá var maður bara á vaktinni sko, og varst að ringja hérna, já, er þetta hérna Seljaskóli? Er þið með update á körfuleikin? Hvað staðan er í hérna í Skallagrímur og eitthvað? 42, 23... Nei, alveg var þetta svona? Já, þetta var bara svona. Og svo ertu bara með listanúmerum, bara hérna á Seljaskóli og svo ertu bara að taka upp tólið og já, hvað er mikið búið? Má ég hringja aftur og fá staðfestar og loka tölur? Og þetta var svona 2005, 2004 ennþá sko, og netið hafði nú alveg verið til sko. Oh my god! En þú ert ennþá að ringi í skólana og fá upplýsingar stöðuna sko. Ég sem bettar þetta, mér klæðir í blóði út af því að allar upplýsingar eru bara aðgengilega svona og það líka, þú veist, það sem ég tek eftir í bettarminum er að það mikilvægasta sem þú hefur eru tengiliðir, skilurðu, og þú hefur verið að vinna við það, bara fá skorið og dæmi, og þannig er að tala um, sko í dag er það þannig, bara að ég veit að fullt af fólki sem fylgist í mig betti, en bara það er þannig að þeir
þeir lokaðu svona ef þú ert að setja fjárhæðir sérstaklega okkar sem þeir þekki ekki vel og eða bara, förum ekki og djúpt út í það en málið bara það nei, að já, þetta bara þarna var upplýsingaflæðið og allt svo lengi að berast og eins og þú segir, þú bara hringja símtöl til að fá stöðuna. Já, þetta var þannig og svo maður byrjaði þarna 2005 og tók, eftir maður bara verið 3 mánuði að pikka inn stöðuna og textaðarbið þá sáðu kannski að maður var ekkert að nota mann í eitthvað fleira þarna og svo byrjaði maður sko setja með stöðlarstjórnum á mánudum, það var verið að gera lengju leikskrána sko fyrir vikuna og þá byrjaði að pikka inn að gera stöðlarna og þetta er svona allt breytt í dag, þetta er allt bara gert á netinu í dag og þetta var svona aðeins old school á þessum tíma sko en þetta er öðruvísi í dag og maður fekk smjörþefuna að þessu þarna á sínum tíma. Já, og rest is history. Já, basically. Það ekki það? Jó, það má segja það sko. Og svo ég líka, getum alveg Grassi, þú ert það er ástæður að kemja framtíðina sko. Ég ætla að segja, Grassi er svona future, það er engin tilviljun, þú veist, hann bara vel lesið með fótbolta, skulum orða það þannig. Já, verður gæðið. Svo eru spurningar hjá góðin okkar Viktor í hérna. Já. Sjáu góður skákinni maður, sjáu það. En hvernig eru þið Nick svona góðinir? Herru, ég og Nick, frábær spurning. Ég og Nick Nick Chamberlain sem þjálfur Þrótt í dag. Já. Komið malliði bikarúrslit. Ég og Nick kynnumst árið 2006. Við mætum í sama skóla erlendis í Bandaríkjunum. Já. Bara á sama tíma. Hann kemur frá Eastbourne í Breitlandi og ég var að koma bara frá Íslandi. Og við kynnumst þar og hann var við vorum mikið Íslandingum og hann var mjög obsessed að Íslandi nokkuð snemma og hann byrjaði að koma Af hverju? Hvernig verður obsessed af Íslandi? Já, bara þú veist, það voru mikið Íslandingum í kringum hann alla daga skilur, við vorum fótboltalið okkar voru 9 Íslandingar, 1 Breti og 1 Spánverji sko, þannig að það var svolítið auðvelt við hann að tengja við Ísland nokkuð snemma sko. Hann náttúrulega, Nick kemur þetta fyrst sem leikmaður sko, má ekki gleyma því sko. Hann byrjar að spila með, ég held að hann byrjaði sko, hann spilaði með Álftanesi, hann spilaði með IH, svo fer hann austur og spilaði með Huginn og hann festist svolítið á Seyðisfirði, ég held að hann tekið 3-4 tímabil hérna á Seyðis og fyrsta giggi held ég sem hann tekur síðan í þjálfun, ég held að hann taki kvennaliðið þar áður en hann kemur í bæinn sko. Svo alltaf kemur hann í bæinn og fer að spila með Aftureldingu og það finna við það, þegar við Nick tekum við jobbinu hjá Þrótti í meistaraflokki kvenna þá var hann búinn að spila með Aftureldingu. Ég held að hann hafi verið sko markahæsti leikmaðurinn í annar deildinni eftir einhverjar sko 6-7 umferðir eða eitthvað með einhver 8 mörk eða eitthvað. Hann tekur við Þrótti og hættir að spila á sama tíma sko. Þetta var meðan held ég að hann hafi verið í nokkuð sjóra hann hafi verið með flest mörkin í annar deildinni á þeim tíma sko. Að finna við Nick Chamberlain þegar horfa hann að gæja ég horfa hann að gæja og ég hugsa shit hvað hann hefur verið góður í fótbolta. Hann er bara með fótboltalúkki. Já, hann var hárið og já, hann var mjög góður sko, bara svona box to box Breti af gamla skólanum sko. Það var, já, hann var komur á óvart hann að hætt á sínum tíma þegar hann var að spila þarna með Aftureldingu því hann var alveg kominn á og veist, ég held svona en þá sýndi bara hver áhuginn hans lá, hann hafði meira á að fara að þjálfa kvennalið og Þrótti heldur hann spila í annar deildinni með Aftureldingu þannig og hann hefur staðið sér vel síðan. En við erum búin að, já, nú erum við búin að meira að reykja hvernig leikmaður Nick Chamberlain var. Já. En hvernig leikmaður varst þú? Ekki hraður. Bara byrjum á því hvað þú spilaði fyrir almenna góð. Ég gæti spilað flesta stöður sko, en yfirleitt vinstra megin sko, ég var örfættur. Já. Það var annarkvort, sko í Bandaríkjunum byrjaði ég að spila vinstri bakur sko, í svona fyrsta skipti. Ég spilaði yfirleitt sem viðmaður í Fjölni og Breiðablik. Og Leikskilningur upp á 10? Leikskilningur góður. Með future jafnvel? Nei, ekki þannig sko, en ég held ég hef bara verið bara svona, ég held að það er erfitt að lýsa sjálfur þessu leikmanni sko, en ég... Þú segði nú fyrir þátt og væri svona eins og Iniesta? Já, nei, ég var það ekki Xavi eða? Ég var bara hvernig að segja það? Nei, ég var bara, veist, þokkalegur bara íslenskur inkassospilari sko, ég held að það sé bara fín lýsing á mér sem leikmanni sko. Ok. Hóvær. Kemur að því? Nei, veist, það er bara fair sko. Við erum stund með spurningu hérna. Já. Hvaða taflmaður minnir á knattspyrnumannin Grassa? Hvaða taflmaður? Ja, hvaða taflmaður? Og þá, nú kemur sko listi. Okay. Nú kemur listi.
Við byrjum á biskupnum. Ok. Biskupin sóknarþengjandi, innfættur, mikið að leita í langa diagonalbolta. Ok. Svo erum við með riddaran. Það ekki mikil yfirferð. Skapandi, gott auga fyrir stuttu spil. Ok. Svo erum við sjálfsögum með Róki. Kraftmikill. Nei, það er ekki það. Þungur á sér. Erfitt að stoppa þegar við komum á skrið. Já, ok. Svo erum við... Samt, ég var ekkert kraftmikill, sko, en hitt átti alveg við mig, sko. Já, er þetta sko bara fyrir skrið? Svo erum við peð. Já. Getur við ekki neitt. Já. En á einn leik inn á milli. Já, Hvað er ég var ekki það, sko. Ég átti að frekar með alveg stabílt, sko, en engar svona outstanding marga leiki, en svona aldrei innan skitur, svona. Ég ætla að setja mig á, litla yfirferð, skapandi og gott auga fyrir stuttu spil. Ég ætla að setja mig á riddaran, sko. Ég held að það er best við, sko. Þannig erum við getum sér framtíð. Kannski tökum eini viðbúnt. Skák. Hann er eitthvað 100% skorun, hann var að tala um chess.com. Hefur Gústi tapað skák? Ég á eitt tap. Já, ég var lokkaði með þess inn, svona, var ekki alveg í réttu mindseti, sko. Og þá hendi ég mína fyrstu tapskák, sko. Alltaf svartur. En já, að því mér langar aðeins að koma betur inn á, ég mátt að starfa fyrir Coolbet, þetta er stór partur af þínu lífi. Já. Þetta er bara að vinna þín. Vinna mín í dag. Já, akkurat. Áttu einhver þínum, hver er svona þín uppáhaldsbett? Áttu einhver? Bara í gegnum tíðina? Já, einhver eftirminnileg? Já, uppáhaldsbettum mitt er alltaf þegar, mummi sett hann í skástrík sjálfsmark á móti. Messi? Já, þegar hann var í Víking Ólafsvík. Já. Spila á móti Fjarðabyggð, lokaleikurinn í tímabilinu 2000 og eitthvað 2000 og Hann fer frá KR, kemur aftur í KR, hann tekur hann tímabil og hættir sér. Já, hvað, veist, þessi ferill er ráðgáta, sko. Ég er búinn að hugsa alltaf mikið ártölum í kvöld, sko, þetta rennur allt saman. Skiptir ekki máli. Það var lokaleikurinn í deildinni. Víkingur Ólafsvík voru orðnir meistarar og Fjarðabyggð voru minni með fallnir. Já. Það var brjála veður og hann leikurinn var sýndur samt í beinni útsendingu í sjónvarpinu, sko. Það var svona 20 vinstið þarna, sko. Við skulum gera neitt leik þátt, af því að þetta er bara uppáhaldsbettið. Já. Við erum að tala um stuðla og við erum að tala um bett, pregame. Já, ég veit ekki hversu vel hlustendur eru inn í bettum og hversu djúpt maður á að fara í það, sko. En þetta var bara, þú veist, ég vann ekki krónu en ég tapaði engu, en ég var með svolítið miklar upphæðir að þeir myndu vinna með ákveðnum markafjölda og það slapp út af þeir skoruðu á síðustu mínútur. Já. Þannig að skulum bara best að orða það. Já, en þú veist, en bara upphæðinum burtséðinum. Já. Hvað af því að það er svo gaman fyrir þá sem að að betta. Þeir voru á móti Vindi í fyrri hálfleik. Já. Og sko, eru yfir 2-0 held ég í hálfleik. Svo skorar Fjarðabyggð held ég 2 á móti Vindinum í seinni hálfleik og leikurinn endar, þú veist, 4-2 eða ég man ekki nákvæmlega hvað það var, en þetta var einhvern veginn svona og það kom mér nokkra mínútur í uppbótartíma og ég þurfti 1 mark frá Víking Ólafsvík og þeir skora með síðustu spyrnuleiksins og svo var bara flauta af. Já, unreal. Já. Og við erum að tala um ekki hvernig mark sem er, heldur Mummi Messi, bara eiginlega kóngurinn í liðinu. Körla á nær, sjálfsmark og flauta af. Þetta boltinn hefði ekki verið komin út úr markinu, sko, þegar það var búið að flauta af. Shit, það er moment, það var leikur. Það er moment. Við erum með leynikest í setti og við tökum hvað kannski bara eins og eftir þátt, við sjáum bara til, en það er mögulega næst besti bettar landsins. Ég ætla ekki að fullyrða hver er bestur, en við látum það liggja með til hluta. Á að löglega gambling? Hérna heima? Já. Ég er svo sem ekkert einhver að bila skoðanur úr því. Ég er með það. Lögleiði gambling, takk. Með hvað má og hvað ekki, þá held ég að gambling sé ekkert að versta sem hún getur löglegt, sko. En Birgir, ef við förum bara aðeins yfir rökin með á móti veðmálum. Ok, já. Sem sagt, væntanlega einu rökin á móti veðmálum er það greitt aðgengi að veðmálum. Við viljum ekki greiða götuna fyrir fíkla. Samanlega því? Nei, samanlega því. Ok, það er einn sem mér dettur í hug. Þetta er bara sama eins og með bara áfengis dæmið. Þetta er bara nákvæmlega eins. Þetta er sama áfengisdæmið. Bara fara ekki með þig búðir. Já, bara nákvæmlega eins. Þetta er að falla eins og spilaborg. Bæði áfengi og veðmál. Út af því
út af því að þú sérð áfengi, það er komin áfengisverslanir bara, það er að spretta upp í tugatali í alvörunni, eftir að nýja ég veit ekki af hverju. Nei, ég held að mér langar bara að segja það, út af því að við erum með Coolbet-menn í settinu og ég er mikill Coolbet-maður, að aðgengi er greitt, gatan er greið, við erum með spilakassana til styrktar háskólana. Það er galið. Já. Það er galið. Mitt take hefur alltaf verið á þetta, það er engin munur á hver sem getur farið út í spilakur og tapa aðlegun sinni þar, eða hvort þú getur skráð inn einhverja síðu á netinu og hver er munurinn og hvort er verra. Máttu fara í spilakassa og eyða öllu þar, bara í félum, og getur tekið út og settist mikið í kassan og vilt, eða getur þú skráð í einhverja online síðu hérna sem þú gert það saman. Sem markasinni, þá finnst mér það verra við þetta, er það bara að það eru mjög margir notendur, bara Coolbet á Íslandi gengur mjög vel, bara flott markaðsending og allt það, þeir er mikið róð skilið, en af hverju ekki bara að löglega þetta, taka skatt af þessu? Það er góð spurning. Ég er bara ekki í réttum stöðu til að sjá um það. Nei, mér langaði bara að ranta þess. Já, þetta var svona smá Við köttum þetta bara út ef við viljum. Já. Nei, þetta er bara fínt. Smá rant hefur aldrei drepið neitt, sko. Nei. Ég var búinn að sýta þess á mér á þessu, fyrir ekki, sérstaklega grassi, ég bara... Allt í góður, sko. Vistu með þetta? Já, ekki alveg. Sko, ég ætlaði bara að segja eitt leifur hérna, ég fæði að skjóta hans inn í með skákina, sko. Já. Gústi, þú er búinn að tefna þetta bara, þú er greinilega bestur, sko, þau erum ekki truflaðir. Nei, ég bara er í attack mode núna, sko. Já. Siggi Höskustæl. Nei, halda bara áfram spurningar þetta. Já, en bara svo við klárum þetta. Já. Er eitthvað svindl eða fix á Íslandi? Þú ert að sjá stuðla? Ég hef ekki orðið var við neitt, sko, þegar ég man eftir. Svona, eina sem kom smá það var eitt leikur í sumar sem ég var svolítið spes þarna. Já, hvaða leikur var það? Það var þegar að HK var að spila við Keflavík. Var þetta í deildinni? Pepsi? Já. En ég bara, svo að sé alveg á hreinu og ég er ekki að fara að ræða og bendla neitt við neitt fix eða neitt. Nei. Það var helviti mikið stuðladropp og HK rétt fyrir leik og svo kom rautt spjald þarna eftir. Leikurinn fór áttur? Leikurinn fór 1-0 fyrir HK var það ekki og voru manni fleiri í 70 mínútur. Já. Svo að sé alveg á hreinu, ég er ekki að tala um neitt fix eða neitt svoleiðis en það voru óvenju mikla stuðlarhreyfingar á þeim leik, fyrir leik. Síðan svo mættust við aftur í bikarnum þegar Keflavík vann síðan. Já. Þá var lítið um stuðlarhreyfingar á þeim, bara með við hinn leikinn, sko, þannig að það var eitthvað dúbíus við þetta, en kannski var bara svo, menn höfðu það mikla trú á HK að stuðlarinn hreyðust eftir því, ég veit það ekki. En það var eitthvað, það var held ég mesta stuðlarhreyfingin og svona fyrir leik á leikdegi í Pepsi. En þá ertu að tala um fyrir utan þegar Ísland skák droppaði, eða ekki? Já, fyrir utan það, sko. Svona bara í Pepsi sem ég man eftir, sko. En ef þú ferð aðeins í gegnum mekanismana bak við Ísland skák, þið eru fyrsta veðmála síðan til að bjóða upp að stuðla á Ísland skák, við leifurum að aðstoða okkur. Já. Hvernig gekk þetta? Kom gríðarlega vel út. Við vorum með hérna, hvað var þetta ekki spilað bara á nánast viku? Já, 8-9 dögum eða eitthvað. Og við vorum buðum upp á sigurvegara, hver myndi vinna og svo vorum við hver einustu skák alveg á öllum dögunum, þannig að ég vorum allan að gríðarlega ánægður hvernig það hefnaðist. Mér langar líka bara að koma inn það, svo ég klári rantið mitt. Já, ég verð ekki að það. Leifur af það með. Nei, ég er með blóðbara í munnum minna. Sko, skákmenn, og ég þar með talin, við erum einhverju almestu vælar á landsins, bara þessi þjóðfélagshópur. En bara að stuðla skákina, það ríkti bara almenn ánægja með það. Já, þetta var bara, við erum alltaf tilbúin opnir á Coolbet að bjóða upp á eitthvað nýtt og ferskt og skákin var svona eitthvað sem við höfum ekki verið að bjóða upp á áður og okkur fannst... Ekki frekar en annars, sko? Nei, og okkur fannst það alveg bara frábært að fara út í það og vorum mjög sáttum hvernig það fór. Þá langar mig að venda kveðið minni Kross og tala aðeins um Blix KFK. Riðlakeppni haldin í fyrsta skipti, Blix Qualified, hvenna? Já, það er bara spennandi. Já. Hvað erum við að tala um? Það er PSG byrjum á PSG á miðvikudaginn. Hvað er liðið sem Blix, PSG? Ég ætla að fá að leyfa, erum við með riðlinn? Blix, PSG, hérna Madrid. Real Madrid, já. Hvað var hitt? Er það ekki að grínast með riðlinn?
var það Kharkiv eða hvað var það? Ég man bara það var þessi þrjú, alltaf sko. Blika PSG Og Real. og Real og svo var hitt einhverju minnum spáminn. Grassi, ef ég ætti að setja punkti núna, Já. bara stuðla PSG Breiðablik Já, hvað er stuðlum bara á Partið Prinsess? Það var á útileikinn. Já. Það byrja náttúrulega heima sko, þannig Já. að það fer eftir hvernig fyrirleikurinn fer sko. Ok, svo sett. En það Blikar, já, það verður brekka. En hvað er samt, þú veist, ok, Þú veist, við erum að tala um þekkjum 180 gráður sko. Já, en við þekkjum samt bara PSG Nei, og nei. þessi lið sem í kallaboltanum, þannig að þú veist, en veistu svo, enska deildin Þið sáum daginn að Sheriff ég er að segja það. unnu Real Madrid til dæmis, Já. skilur. Þú veist að taka samt 1 million. Já, ég meina Tjóð þau Coolbet grætta þeim úrstöðum að Sherry Nei, ég meina það þú veist, Blikaliðið, við Breiðablik, þeir sakna náttúrulega Áslaugar Mundu, hún er náttúrulega farin í skóla, var lykilmaður hjá þeim í sumar og stóð sér virkilega vel, þannig að þeir mun sakna hennar í allri meistardeildinni, þannig að það verður brekka mútið PSG, það vita það allir sko. Við erum að tala kannski bara 50 stuðul, skilur við, erum ekki bara sáttið þar? Við erum geggjaðir það, en þú veist, Áslaugar Munda, bara leið og hún er farin, þetta sem ég bara... Já, það þurfa mikið að treysta Öglumörju. Hún þarf að... Þetta er bara Aglamari Áslaugar Munda, þetta er Deadly duo. 2 með 10, það spyrir mig sko. En er ekki Líón bestir færandi? En það var að segja nýja leikmann sem er með... Líón eru mjög góður og það eru PSG, Wolfsburg og já, þetta er yfirleitt sömu liðin sko. Já. Þannig að, herru, nú er ég að horfa í fremri kallana mína núna eða á ég að vera að vinna með aftari? Skrif 2, takk. En sko, en spurningin var í raun og veru, og þetta er legit spurning sem að mér finnst ekki að hafa fengið nógu góðan hljómgrunn eða bara ef enginn spurt þessar spurningar. Hún kemur frá vinni mínum Eirík Jara. Þetta Blix Champa-ævintýri, er það ekki overhyped? Og byttu, það kemur Valur hefur 3 sinnum farið 16 úrslit og Blikar 2 sinnum maður. Svo kemur hérna að gæsa bara fyrsta lið í riðluna, en þetta er fyrsta árið sem riðlarnir eru haldnir. Þetta er fyrsta árið sem riðlarnir eru haldnir og það er allir bara, þetta er fyrsta skipti sem að eitthvað lið á einhverjum bara kalla hvernig kemst í. Eins og við komum aðeins inn á áðan hérna fyrir þátt, við vorum að ræða saman að það er náttúrulega bara mjög heppna með drátt í fyrsta lagi í riðlunum sem þeir fara í gegnum og í öðru lagi liðið sem þeir fá í qualify-leiknum að komast í riðlakeppnina. Það er ekkert að vera inn í feluleik með það var bara staðan. Riðillinn var þægilegur og þær fengu lið frá Króatíu sem var bara ekkert betra heldur en meðal Pepsi-deildar kvennalið, skilur. Þannig að en at the end of the day þá var þetta fyrir þær snerist að komast í þetta til að peningarnir, hvað var að tala 60 milljónir að komast í riðlakeppnina. At the end of the day þá var það einan sem þetta snerist að komast í riðlakeppnina, saman hvernig you can only beat what is in front of you, eins og þeir segja, skilur. Þannig að þetta var ekki þeim að kenna en það sluppu vel og leiðin var greið til að komast í riðlakeppnina. En seinni hlutin af spurningunni er líka mjög skemmtilegur. Hann er þetta lið, það gæti verið bara með bestu liðum í heiminum. Er sem sagt spurningin, gæti að vera með bestu liðum í heiminum. Ef við höfum ekki mist leikmenn eins og Andrew, Mundu, Áslaugar Mundu, Karolínu Leu, Berglindi, Svindís Jane, Alexandra Jó. Þú veist, við erum með leikmenn þannig Bayern München, Bossa sænsku deildina. Ef þeir eru að halda í sama lið og í fyrra hefði náttúrulega verið gaman að sjá hvort þetta hefði getað farið í 8 liða mögulega undanúrslit með alla þessi lið. En við munum aldrei fá að vita svarið. Þetta er bara landslið. Já, frábært og náttúrulega bara sjá að maður vissi að það er alltaf vesinn í ára að verja titilin eftir að hafa mist allar þessar snillingar sem fóru út í fyrra. En ég veit ekkert hvað ég á að gera núna, sko. Tíminn er að herja á mig líka, sko. Já, samt með næga tíma. Bara... Er þið með eitthvað ráðleggingar? Ég er að horfa í, sko, ég langar að koma fleiri pefum út, sko, ég hef bara ekki viss hvað... Mér finnst líka gaman, þegar við tala mikið um fótbolta í þessum þætti, en við hefum ekki fengið marga spyrnum frá spekinga, svo við vitum nú IBF-flæði, geggjalega, í kvennaboltanum. Og þú bara ert nokkuð fróður þar, sammála því? Ég hef alveg fylgst með kvennaboltan, ég hef alltaf þjálfaði nokkur leikmenn sem í meistaraflokki í Breiðablik í dag á sínum tíma og Kristín Dís, Selma Sól, Agla María til dæmis.
Sko, í fyrsta lagi hver er vonastjórn okkar Íslendinga og ég held að hlýtur að hæsta það ekki Amanda. Nei, ég ætla nú ekki að segja það Amanda er ekki Jú. Er það ekki stelpan sem var sem kaus Noreg eða? Nei, hún kaus Hún Ísland. spilaði fyrir fyrsta landsleik daginn fyrir Ísland. Hún kaus Ísland? Já, já. Það eru risafréttir. Já. Hún spilaði fyrir þetta live. Já. Ég bara kotti þetta út eða við líka. Nei, ég leiði svo það. Leysi köttar þetta út. Nei, já, ég er bara gaman að þessu. Ef ég er að fara að kötta eitthvað út, þá var ekki þetta. Nú þarf ég að fara að ná einhverju kalla af þessum gæja, sko. Hann situr á öllum mönnum sínum með þá, sko. Ok, þetta er þetta trikki, sko. Já. Þetta er drottningarbræðið á svart. Hérna, eitthvað að setja hennan á ferðina? Nei, ekki fyrir biskupin. Ok. Við viljum Ok, samt þú ert samt sko, ég skil hvað við. Ég vil fá bara einhverja köllunum mínum. Já, þú ert að koma biskupin út. Þú ert núna. Ég segi svarta biskupin einn til hægri og síðan hrókara bara. Já, ok. Og þennan hérna einn til hægri. Já, flottur. Já. Spurningin er, ef við teiknum þetta þessu getum ekki hrókara hvernig ætlum við að leysa D5 D5 er pæling, það veikir okkur hér sammála því ég samt segi bara kerum á það sko hann er segur þessi sko þetta er góður leikur hann er að binda biskupinn já Gústi hann er líka að loka hér hann er í köðlunum það er nú bara þannig sko Jú Það bjóst nú ekki við 100% rekord í kvöld í skákinni sko en við tökum alveg sko 33 er svona lægsta sem þið fer í sko Já Sko Ok, en er Amanda er hún betur en Sveindís? Já, ég var bara hreinskilið með Ömundu, hún er alltaf bara að vera úti síðustu 3-4 ár og spila bara, þú veist, Hefur ekki séð af henni? Nei, við erum alltaf ekki séð neina, þú veist, af þessum úlingalandsleikjum eða neitt þannig. En maður er að séð eitthvað svona vídeo bara af henni? Hún er með frábæra spynnugetu, maður er að séð fullt á aukaspynnum mörkum og eitthvað svona frá henni gegnum tíðina og eitthvað og með geðveikan fót og allt það, en þú veist, ég hef ekkert séð hann spila eitthvað 90 mínútna leik eða neitt svoleiðis. Maður hefur líka séð íslenska fréttamenn að tala um hana eins og sé Messi, sko. En þannig er ákveðið langt sko. Ok, Sveindís Jane, hversu góð er hún? Er hún world class? Hún er ekki komin í world class en hún hefur potential til að vera með þeirra allra bestu því að bara hraðinn og krafturinn og hérna svo hún á ennþá getur bætt Getur hún ógnað með hraða sinni og krafti? Hún ógnar með hraða sinni og krafti nú þegar hún getur gert meira þegar líður á en hún getur líka bætt hún getur bætt sig í að slúta til dæmis getur orðið betur í því, hún er fýtt slúttari en hún er ekkert frábær slúttari en hún hefur þetta power og hérna bara hún er að fara á leikmenn stóru skrefin og komin á ferðina og eitthvað sem hún hefur fram með marga aðra leikmenn. Erum við ekki að renna inn í gullkynslóðina hvernig? Það verður komið ljós en við erum að hellinga efni við til að byggja á sko. En það verður bara Þetta er passíft svar með að við hópum sem erum með í dag. Já, við erum bara horfið í leikmenn, við þurfum að fá að sjá eitthvað meira þar til það er búin að gefa okkur eitt stórmút sem við stöndum okkur þokkalega á og þá getum við fara að horfa í meira en náttúrulega, Sara og Leto hún er ekki með og munar hana Verður Sara með á EM eða? Bara þekki það ekki Þetta er bara að heyra í henni? Nei, ég var bara að reikna þetta núna í haustum sko Við verðum að búast við að hún verður Alltaf með þetta myndband sem hún droppaði í gær eða í dag Frá Puma? Já, flott Það var heldur flott Herru, þarna, ok, Grassi, þú átt 2,5 mínútur eftir Já Þú heldur 100% skori Já, nú þurfum við að fara í attack mode sko Attack mode, já, ok Hvað er þetta er eftir þetta bara maður Lýst vel á þetta, við erum að hrista upp í þessu annars stegjum við á tíma sko 33 Já Ok, riddari drefur Hver er besta knattspyrnu kona fyrir utan Margréti Láru Viðarsdóttur sem við má? Fyrir utan Margréti Láru? Ég held að þú ætlaði að gera þetta trikki og láta mig velja á milli Margréti og Söru en Já, og veldu fyrst á milli þeirra Sko þetta er sko fyrir mér er sko Sara er náttúrulega út af því að hún er búin að vinna meistaradeildina þá er erfitt að taka hana af spotti en pure talent-wise sem gæði
og svona Margrét Lára uník í bara sem leikmaður sko. Bara það sem hún var að gera þegar hún var að koma upp í meistaraflokk, bara mörkin sem hún var að skora og hvernig hún sólaði upp allan völlin og svona þá held ég hún sé besta talent sem við höfum átt, en Sara búin að ná lengst af þeim öllum sko. Já. Og alveg klárt mál sko. En þetta glemdi Söru Gefa Söru Það er kalda kveður sko. Við verðum að renna yfir hratt hérna nokkrar spurningar þegar tíminn líður. Og ég þarf líka að skjóta út á klósetti mjög fljótlega sko. Já. Það leið það? Já, það er ekki góð leið. En Rikki G, hann langar að koma í að fara að klósti. Þetta er mjög góð spurning, við erum að taka hana sem fara klósti. Ok, takk. En þú verður að svara henni. Auðvitað svara henni. Hann segir, sofa hjá, giftast, drepa. Ok. Kannski fengið þetta áður. Sörens, Hjörvar Hafliða og Siggi Höskuld. Þessi er góð sko. Þessi er góð maður. Ekki auðvitað að drepa bara Hjöpa? Birgir, þú er 55 sekúndur til að klára þetta. Það hvort að fara klósti. Þú drepur Hjörpan. Já, hvað er þá eftir? Með Siggi Sör. Ætlar að gifta Sigga eða ætlar að vera í sambandi með hann? Ætlar að sofa hjá hann með að giftast honum? Siggi Höskulds og Sör. Já, það giftast og svo ég að sofa hjá öðrum og já, ég myndi bara gifta Sör, þá myndi ég ekki þurfa að sofa hjá honum allavega. og þá myndi ég, ég myndi þetta ekki taka á mig höf. Já. Taka, ég myndi Nei, ég myndi að gifta Sör, ég er alltaf búin að vera að gifta Sör í 20 ár sko. Sko að taka Sigga höf, ég myndi nú bara gera alls mikið fyrir það sko. Já. Það er svo það er. Ég hefði svarað þessu eins. Bara að gefa skáka því að við erum hægt í leikþættinum eins og Tómas Þór orðaði svo vel sko. Er það að fara það með 100% sko. Er það að fara fögrum orðum það að þú skýtti að vera þessi skák? Nei, ég tók Já, með stæma stöðu. Ég var að Ég tók við brennverðu Ég tók við brennverðu Þetta var eins og sko fráskildi kona með svona 7 börn sko. Já, Hallgerður hefði þurft að lána þér bara eiginlega alla hárkolluna til þess að þú myndir berga þessum með búa. Það vinnur ekki alltaf, það er bara Nei. Syngja eða trála? Syngja eða trála, bæði. Nei. Ég mátt ekki vel að Já, syngja. Ég elska að rífa mækinn sko. Já, elska þegar fólk svara að syngja. Já, ég er miklu meiri söngur heldur en trallari sko. Hvað lagið karaoke? Your Song með Elton John. Vá, lag. Út ekki að píanum líka. Nei, ég er ekki melodískur sko. En ég tel mig trú eftir nokkra bjóra, ég sé góður söngur sko. Stemningsmaður. Já, stemningsmaður og fylgir því alla leið sko. Önnur hraðaspurning Uppáhalds katthátur allar tíma Vá, þessi er góð sko, ég elska að hlusta á, eins og ég sagði ykkur fyrir þáttu, og fá Kára og Ragga og svona stjórnir sem hafa verið fyrir, og sýngefa okkur geggjuðu moment í byrjun landsliðið sko. Hattar Arda Gunnlaugs eða? Nei, ég elska Arda Gunnlaugs. Ég hef svona algjörða gís. Ég elska Arda Gunnlaugs. Og ég veist líka bara geggja hvað Víkingur, hvernig þetta er þróast í þeim, og að þeir hafa haft trú á þessu allan tíman, þótt að við ekki, þrír sigurleikir í fyrra, Voru það bara 3? Nei, ég bara segja þessu oft. Já, ég veit, nei bara, það er svo auðvelt að vera eitthvað, þetta er ekki fyrir okkur og hérna, við þurfum að fá eitthvað annan inn, þetta hljóma vel þetta sem hann er að reyna að selja hugmyndafræðin og allt það, en hann hafi bakkað þetta upp alla leið og eru að uppskera núna og senda að fara að vinna tvennuna. En finnst þér sko, því að við elskum Arnar og Arnar er að fara að koma aftur í þáttinn bráðan. Við ætlum að fá hann núna á þriðjudaginn, en við ákveðum að við ætlum að fá hann með 2 málma í setti. Hvernig hvort að komið með það á báða líka? Hann ætlar að gera það. Það var bara hérna, sigur meginn. Já, það er bara nákvæmlega. Það sést ekki í andlita Arnar hérna. Það er bara málmar hérna. Ég ætla að segja, var ekki flott að segist ekki andlita okkur við Silva Arnari Gunnlaugs? Það væri bara flott. Já, það er frábært sko. En já, ég ætla að setja bara besta þáttinn á Ragga sig. Já, ég er eiginlega sammálaði. Mér varst hann geggjaður. Ég veist að Raggi hann kemur allt svo opinn og hreinskott fram að hann hefur ekkert að fela. Hann er einlægur. Viðar skemmtilegur líka. Já. Það er erfitt að gera upp, við ættum allir góður. Sko við erum á landinu núna og við reynum að fá hann. En allavega, spurningin mín var sko upprunalega hvernig Já, ok, svo ég Alltaf ég ætla að skjóta inn að þetta með hversu þreytt, þessi kemur frá algjörum toppmanni, fyrrandi gestur og þennilega verðandi gestur, þvílíkur toppmaður. Hversu þreytt var það þegar bróðinn týndi Kenneth Cole jakkanum þínum og kom heim í kvenmannsjakka, alveg mökkaður. Og þessi kemur frá Hrafnkalli Frey.
Það var skellur. Getur þú komið söguna baka þetta? Já, ég bara, það var lítill í sér allavega, við skulum orða það þannig sko, og þetta var jakki, þetta var einn af mínum uppáhaldsjökkum sko, hann tók hann í einhverju fíblagangi eitthvað heima og var á leiðin út og svo mætti hann í einhverju jakka og ég spurði hvað ég anskotum með þetta sko, og hann hafði ekkert svar og já, það var eiginlega bara þannig sko, en ég er búinn að fyrirgefa honum sko, það tók ekki langa tíma. Nei. Já, sorry, nú mann ég spyrja mér, sorry, þegar ég datt bara í heilabrófandi þaðan. Heldur þú að Vægs, ég tók bara 5 sekúndar heilabrófandi þaðan, allavega. Að við elskum Arnar Guðlaugs og allt það. Heldur að Vægsliði standa og falli með Kára og Sölva, þú veist, þegar þú missar báða þessa karaktera, er þetta þá? Við erum náttúrulega búin að fá hann að gæja hérna úr Víking og við hefum hvernig Keli talað hann sko og þá var þetta að fara að vera. Já, Keli talað hans í Fabio Cannavaro. Já, það er bara fínt, þá ég núna búin að fylgjast náið með honum á næsta tímabili sko og spurja Keli hvað er að frétta að það fara að ganga illa sko. Nei, samt í alvörunni. Þetta er bara málið, þetta er svo risastóri karakter sem það er replacea líka bara inn í búningsherbygginu og á vellinu sko, þannig að svo er spurning bara hvaða leikmenn fer Kristall Máni, fer hann aftur út eða ná að kreista 15 mörk út úr Nikolaj Hansen aftur og Elli Agnars var lengi í gang og svona síðustu þriðjungin á mótinu þá fannst mér hann bara einn af betri leikmönnum deildarinnar sko. En svona framan af því var ég bara eitthvað þurfa kannski betri mann fyrir hann eða eitthvað en svo hann sokkaði mig alveg vel sko. Ég heldur þetta að vera að spila yfir pari. Já. En svo einn maður sem að Blikar hendi svo hverja annan kúkableið, þeir hendum hvað mikið í, það er kóngurinn. Já, ég menn að enda á the day, þá voru það bara mistök, þeir replacea, þeir gera bara skipti við Víking, fá sá sem endaði í BVF í sumar, Atlar Hrafn. Já, bestu skipti bara í sögunni. Og mér fannst hvað með hví vera geggjaður gæi, sem gætt hendinn 70. og 60. mínútu og hristu upp í leiknum og hann gæti alltaf gefa eitthvað Ég skal bara segja ykkur nákvæmlega ástæðana fyrir því að þeir skiptu á þessum Herru, Sölvi Snær ekki minna með að fá sorgarsögu líka sko. Nei, já, Sölvi Snær en þú veist, ef við tökum bara hvað með ký fyrir Atlar Hrafn Andersson baksaðan sem þú Óskar Hrafn þjálfum mig upp annarflokkin og ég er þetta meðist í öðruflokki bara mjög snemma allavega en Atli Hrafn, hann er með okkur líka í þriðaflokki og ég hef heyrt Óskar og Dóra tala um það báðir búin að tala um það að Atli Hrafn í þriðaflokki allt sem ekki geði nei besti leikmaðurinn á landinu já, slögum á nei, alveg slögum á hvað veist þú það? Hann var í þriðaflokki og þeir eru annarflokksþjálfarar og þeir eru Óskar og Dóri þjálfarar Breiðabliks í dag en að ég enda þetta nei, leið mér að klára vá, illa vegi að grassa. Nei, allt í góð. Það er einhvers fucking púki leið í kvöldinu. Rosalega púki leið. Nei, það bara, hann var, ég hef æðið með honum á hvernig degi, hann var geggjaður, síðan fer til Fulham og bara brotið sjálfsvist. Það brotnar eitthvað þegar þeir fara út, sko, ég veit ekki hvað það er. Það er bara svo Albert kom inn og sem þetta. En þeir gömbluðu. Já, en að því enda út af það voru það slæmskipti og fyrir mót ákveðar að taka inn Davíð Atla og láta Kalla til dæmis fara. Og Kalli var búinn að eiga, var ekki búinn að spila með Gróttu þarna á undan eitthvað og Kalli var bara hörku efnilegu bakur, sóktjarfur og hann fekk að spilaði með Blikum nokkar leiki tímabil á undan og sátt alveg, sóktjarfur bakur, gætt lagt upp og gætt hlaupið upp og niður og Davíð Atla var náttúrulega bara mjög góður hjá Víking svona heilt yfir og svona einna betri bakur en deildarinn náttúrulega lendir í því hann er búinn að mittur hann bara var kviðslitinn eða eitthvað og er meira og minna frá allt tímabilið en meðan Kalli spila með Víking og stendur sér vel kannski snemt að dæma þau skipti en Víkingur komi út on top úr þeim skiptum eins og staðan er í dag og hann gerði meira fyrir Víking Kalli heldur en Davíð Atla gerði fyrir Blika í sumar En Ágúst, þú hlýtur nú að hafa hrist hausinn þegar ég sagði þarna í Mike Show í lok júlí þegar ég sagði að Tómas Mikkelsen myndi aldrei spila aftur fyrir Breiðablik og það var menn svona hristu hausinn þegar maður sagði þetta en maður fannst það var ekki verið að búa sig Erum við konið í Blikahotnið eða? Það var eitthvað kemistri var ekkert gott einhvern veginn hjá Mikkelsen og Óskar einhvern veginn fannst mér og en þó málið var bara erfiður gæi til að droppa því að þú færði alltaf mörk í honum en svo hvernig Árni Vill var að spila og hvernig Blikarnir voru að spila og hvað það gekk vel þá var enginn að tala um Tómas Mikkelsen þegar leið á tímabilið Það var svo djart
það var djart, en það, þú veist, liðið var ekkert verra á þetta, hann hafði dottið út og Nei, og við spilum allt öðruvísi bolta. allt öðruvísi og ég held að það sýnir bara það hversu mikið þeir voru búin að hugsa þetta, hvernig liðið myndi vera án hans og hvað, þú veist, að þessi ákvörðin var allt í lagi at the end of the day, hvernig, þú veist, þeir skoruðu og Árni Vilvar bara geggjaður og Jason kom og Kitty Stein og allt það og þeir söknuðu ekki Tómasar þótt að, þú veist, alltaf að fengi mörk í honum, en mér finnst það gamla allt í lagi að láta hann fara og mér finnst liðið ekkert versna við það. En voru þeir ekki svolítið að setja hausana við þið? Segjum að þeir endaði í 4. sæti eftir að hafa látið Tómas Mikkelsen fara. Það er bara... Þá hefðu allir verið að spyrja hvað ekki. Mér fannst það alveg, þú veist... En ég hugsaði samt oft í Blikaleikjum eins og á móti Skaganum og á móti FA út. Og við áttum aldrei að vinna Skagan heima, bara svo það ekki það fram. Sammála því. Og svo FA úti, þá hugsa maður samt, en það er alltaf ef og hefði í þessu. Maður hugsar, tjóðið væri gott að setja Mikkelsen inn á, en eftir, ok, ég held bara hittir... Svo koma leikirnir, þú veist, þegar Blikar vinna Víking heima 4-0 leiknum, þá erum við með Árna og Mikkelsen báða á bekknum, sko. Já. Það má ekki gleyma því. Það er frábær punktur. Og þá var hann með Kitta Stein og Jason bara og þeir vinna Víking 4-0 og þeir voru náttúrulega án Hansen í þeim leik líka. Já. Þannig að, þú veist... En hlustar á þegar Arnar var að tala um hann leik, þetta í Vængsjó. Já, mér finnst það mjög góð punktur. Ég er sammála því, ég meina Víkingur fá, þú veist, Helgi fær eftir 20 sekúndur og skýtur yfir og leikunni alveg svona í jafnvægi og það er alltaf Blika að komast yfir og svo alltaf bara þegar þú ert með lendur undir á móti Blikum og þú ert að fara að koma framar og íta línum upp þá er voðin vís og þú veist Kári og Sölvi þeim líður best bara veist, í sínu zóni og þú ert ekkert út af það að setja en þeir þurft að fara þrýstu upp og þá fá Blikar alltaf á heima þetta sérstaklega á gerfugransinu þá eiga þeir auðvelt með að finna svæði bak við vörnina og milli vörnar á miðju sem þeir eru góður að spila í. Algjörlega. Klart. Já, við þurftum að taka Blikana þess fyrir, klárt, við erum með 2 harða Blika Alltaf Blikahotnið, sko. Það er bara svoleiðis. Chelsea móti eftir það ekki, Hérna, Elías Orri spyr, er ekki komið tími á Sören sem fái stærra hlutverk í Dokk? Já. Það er svona spurning, svara við. Hann hefur alltaf staðið sér vel. Já, bara, Sören sem bara upptekið maður, sko, vinna fyrir Framsóknarflokkinn, það er bara... Það er nú 4 ári næstu kostingar. Já, nú, hver veit með að Sören verði bara næsti aðstofamaður á þeirra Er það málið? Hver veit. Sjáu búin að standa sér vel. Já. Það er bara svona. Og Sören er alltaf góður, mér finnst hann líka góður að stjórna þáttum. Sammála því. Mér finnst hann góður þar og kann að stjórna umræðu og halda henni gangandi og svona, en mér finnst hann betri í því hlutverki heldur en kannski einhverju sérfræðingar hlutverki, sko. En Sören er alltaf klárið að hlaupa í skarðið þegar það vantar. Sören sem krassfinnur? Duglur. Já, Sören var solid, skilaði alltaf sínum, nota hann hvar sem er, sko. Já. Hvort sem var framar á vellinum. Invincibles, hefðu þið getað ánars? Já. Hann skilaði, hefðum getað, já, en spilaði hann sinn part, já. Fyrst við erum að ræða þetta, þá spyr mækarinn, myndirðu telja að Sigga Sörens latast að frammera sem við spila með? Nei, sko, það er misskilningur með Sörens, þannig að það hefur verið latur, sko. Því að menn orðið að horfa í seinni árin hjá honum, sko, þá var kannski formið ekki upp á það besta, sko, og þá var kannski orðið þreyttur snemma og gat ekki hlaupið eins langt og hugurinn vildi taka hann, sko. En Sörens, sko, var aldrei latur þannig séð, sko, en það hægðist á honum, sko, á seinni árunum, sko, en Sörens er ekki latur í grunninn sem leikmaður, svo það sé á hreinu, sko. Já. En menn Stjáni tala mikið um það þegar hann sænaði hann með mér í götu á sínum tíma, þá var hann lítið búinn að æfa og keyrði sig alltaf út, sko, og hann byrjaði að æla hann í einhverjum bikarleik, sko, eftir að hafa komið inn á og ég held að menn horfið svolítið í Sören út frá því, sko, þegar það farið að hægjast á honum að hann hefði verið latur, sko, það var ekki málið. Sem kemur reyndar inn á áhugaverð umræðu, við erum búin að tala um Dokk nokkur sinnum kvöld og svo var rúllast að nýr frábær þáttur. Já, við erum að gefa það sjátt. Tungaviktin. Með Kristján Óla, Mækam og Rikka G, allt menn sem hafa komið í þáttinn og bara óskum þeim allsins besta. Fyrsti áttu að vera dætt út, ég mæli með þið fyrir alla að horfa, virkilega skemmtilegt, fer mjög vel af stað. En það sem svo fyndið það þegar umræðin á svona fáránlega höndum að þú fékkst bara Grassi from the Future, við erum bara að tala um Öddi Blöð, Gils og þessi gæðir, þeir geta bara coinað alveg svo höfðinginn fekk fróarinn og svo
mætti bara dokk og fekk Rýbrand, höfðinginn. Og sama með, ef einhver í þessum þáttum segir bara Sörens, sem ekkert í umræðinu alltaf daga, er bara latast fyrir landsins, þá bara, það stýrir allir umræðinu. Þeir eru með stóra rödd, sko, því að það eru flestir sem hlusta á þetta og bara fyrir mig, þú veist, eða bara fyrir okkur, bara gæðir sem hafa áhuga á fótbolta og viljum hlusta á fótbolta, við viljum fá, þú veist, sem mest input og svo pikkum við bara út hverju við erum sammála og hverjum ekki, en þú veist, mér finnst bara öll umræða, þú veist, og við erum af hennu góða og þú vilt sem hlustandi bara, sem áhuga maður knattspyrnu, fá sem mest í þín eyru. En Leifur, ég vill bara núna og svissir í umræðuna sem er með hana fyrir neðan og hún er í boði Damus Nova. Já. Elon Mali. Kóngurinn. Þekkir kónginn? Já, þetta þekki ég kónginn. Er þetta ekki bara, þú veist... Hversu stóran þátt átti hann í ævintýri Leiknismannja? Risastóran. Stærri Siggi Höskulds? Nei. Jarðtengingur. Takk. Jarðtengingur, takk. Ég held að hann hafi verið aðstoðarþjálfari. En til að svona dæmi gangi upp hjá litlum klúbbi eins og Leikni, bara með budget-wise og æfingarstöðu og fleira, þá þurfa allir að leggja sitt að mörkum. En erum við ekki sammála það, ég nefndi það senast þetta með Alberti, að Leiknir, ef við tökum bara stærðargráðu öllum íslenskuliðum, þeir eiga ekki verið Pepsi, eða þú veist. Þeir hafa enga rétt á því að geta verið eitthvað, veist, að halda sér uppi, en það er bara búið út af því að búið að vinna vel og staðið vel á málum þarna og veist, þú fær bara á svona lið sem er bara með þennan budget, þú þarf útlendingarnir sem þú gamlar á, þú þarf bara að hitta á rétt útlendingar. Þú hefur ekki tíma fyrir að vera eitthvað, fá slakan og þurfa að rotate honum á miðju sísoni og taka einhvern nýjan inn og vona hann bjargir. Þú þarf bara, þeir fara í Manga og þeir fara í Emil Berger. Octavio Páez. Já, sem var svona sem fylgdi með. Hinum voru gæjarnir sem settu effortið í að fá. Og Manga, þú veist, skilaði alveg sínu en hann var lengi að venjast, hann var góður þegar leið á og sást gæðin í honum. En ég held að Emil Berger hafi verið besta sæningi þeirra. En hvað finnst þér að Albert, sorry ég gripið þetta er góð. Að Albert segir sko, af því að ég var að segja senst að þetta er bara, veist, öll lið sem eru að leita þjálfara, tala við Sigga Höskulds. Þá segir Albert sko, mögulegir að sjá hvernig ansýrsun fer hjá Leikni, af því að, þú veist, eins og við bara vitum allir sem og svo framvegis, að það er auðvelt að peppa lið, þeir eru nýlega og svo framvegis. Heldur þetta sé rétt? Ég skil alveg hvað hann er að meina, en ég meina svo það líka horfið það, þú veist, núna er bara Leiknir án Sævars alltaf, þá ertu bara að horfa á allt annað lið. Og þú veist, skorðin sem þarf að fylla upp í núna, að vera án hans eru miklu stærri heldur en hann veit hvað hann er að fara með inn í mótið, þú veist, þetta var ekkert frábrugðið liðinu sem hann fer með upp og er búinn að búa til sterkan kjarna með Guy Smith var þarna, hann er farin líka, risa markmaður, frábær markmaður og svo ertu með Sævar alltaf sem er talismaðurinn nummer 1 og gefur liðinu svo bara Leiknismaður með bandið nummer 10 skora mörkin og er fyrsti maðurinn til að berjast fram á vellinum að starta vörninu og svona og þetta er alveg risa sem það er að fylla upp í núna getur Binni hlöðspila annað tímabil og ekki með 100% skrokk verður Emil Berger áfram, hvað verður Manga sem Siggi sagði daginn að hann væri 100% off þá er þetta kannski helmingun á liðinu svo það er alltaf tæpur sem eru með fullta leikmenn sem gæti farið. Já, þetta verður 10 sem erfiðara fyrir það á næsta ári. Þetta hljómar sem eitthvað Sheffield United. Já, og þetta sýnir bara vandamálin sem, ekki vandamálin, bara hvað verkefni sem hann hefur í höndunum fyrir næsta tíma. En síðan tölum við... Þú sagðis ekki, farðu? Nei, en síðan tölum við líka bara harða heim sem að fótboltaþjálfarar á Íslandi búið í dag, sem er sá, eins og Óskar Hafn, bara frábær þjálfari, tekur aðra deildina fyrstu deildina, kemst upp í F-deild og tekur við Breiðablik, veistla. Brynjar Björn kemur úr úrvalsdeild. Allir verðum með honum fallin og við erum ekkert að, ég er ekkert að segja neina fréttir hérna. Það er bara, þegar þú fellir með liðið á Íslandi, það telur. Sama með, þú veist, Siggi Höskulds búinn að halda þeim uppi, búinn að koma þeim upp. Hlutabrjónum Siggi Höskulds, eins og menn hafa rétti, þau eru í toppi núna. Eru græn, mjög græn. En svo ef hann fer bara inn í, hvernig gengur rekrútmenti í vetur og allt það, ég meina, ef þeir ná ekki að fylla upp í þau skörð sem vantar og mæti inn í tímabil næstari þá gæti næsta tímabil orðið helviti þungt fyrir Leikni og Siggi Höskulds er þá ekki eins sexy eins og hann er akkurat núna þannig að þetta er bara svona bara fótboltinn og en ef ég var eitthvað lið núna í
Pepsi og var lítið í kringum mig, stendur bara eins og með stjörnuna, þá var ég Siggi sennilega fyrsti maðurinn á blaði hjá mér í dag. Klárt, en við ætlum nú að tala eitthvað allt annað í bóði Dómsnóa. Já, hvað Við báðum bara að gleyma Já, við byrjum á einhverju umræðu og fórum sér bara Sigga Höskulds, en það toppmaður og verðskuldar allir okkar. Og Elnor Mali sem liðs. Já. En Dómsnóa vilja vita, hvað finnst Grassa podcastleikin á Íslandi í dag? Höfðinginn og Mækónu með sitt eigið og Dokk einn að bátt. Já, eins og ég sagði, bara fyrir mig bara, þú veist, ég bý erlendis og þegar ég að Þú hámart í þig eða ekki? Jú, ég meina, ég bara, þú veist, ég vil bara fá sem mest inn, þú veist, fá sem mest að umræða fótbolta á Íslandi og fyrir almenna hlustanda þá viltu bara reyna að fá, þú veist, gæði sem eru að vinna 84 eða að drepa tíman og eitthvað, að fá 2 podcast í staðið fyrir 1 saman hver að tala og, þú veist, ég hlusta á allt saman, sko. Veist, ég vil bara hafa sem mest að umræðu og hérna er ekkert að fara út í eitthvað mér finnst allir frambærilegir og allir með mikið vit á knattspyrnu og hérna ég finnst bara gott að fá sem fleiri raddir þegar kemur umræðum fótbolta. Mér finnst einn punktur sem ég ætla bara að grípa að þeir eru með 1 frían þátt á viku í áskrift. En málið er það að ég held sko og ég er ekki sérfræðingur en ef ég ætta að koma með mitt professional mat að þú getur ekki verið með 1 frían þátt, þú þarft bara að vera í áskrift, myndi ég halda. Ég myndi allavega, ef við í TSS Dark eftir 100 ár förum í áskrift, já 50 ár max, þá myndi ég alltaf hafa bara, það væri bara áskrift alltaf, skilur. Já, það var bara eftir að koma í ljós hvernig það gengur og hvort það, þú veist, 8 borga 490 eða 590 eða hvað fyrir þátt, það er bara matsatri en ég meina það er bara, Mike og Stjáni báður, þú veist, 2 af vinsælstu viðmælendur sem getur haft á Íslandi og er eftirsóttir og fólk vill heyra hvað þeir hafa að segja og 490 er ekki mikill peningur, þú veist, ef út í það er farið, sko. 1 bjór, skilur við? Það er 1 bjór. Eða 1 12-söpbu eða hvernig þú vilt orða það, ég meina. Það er bara hvað viltu heyra og þú veist, ef þú vilt fá meiri fótboltaumræðu þá bara kaupur þáttinn og heldur áfram með lífið. Ég vil líka segja, sem sko littir aðra á þessum markaði, bara fyrir FNÍ Blö, Þungavittina og Dr. Fútball að vera að plæja Akurinn fyrir okkur að koma eftir. Við værum ekki hérna án þeirra allra. Það er bara stað. Og ef bara, ef þið finnst þetta að vera mikið eða hvað sem þá bara hlustar á fría þáttinn og sleppir að sæna upp og að þú ert sáttur við það, bara áfram gakk og hlustar á það sem er búið. En líka bara þó þetta kosti í dag. Bara við sem áhugamenn knattspyrnu, við höfum bara fagnað því að það sé bara meiri umræða fótbolta. Og það sem ég veist líka að gleymast í umræðinni, ég skal lofa öllum þeim sem er að hlusta og mun nokkurn tíma að hlusta, við hefum ekki farið af stað ef það væri ekki fyrir svona fyrirmyndir. Og þessi menn eru búin að vera þessu lengur og gera þetta betur og ég ætla líka að taka Steve Dasgrau þarna inn þótt þeir hafa ekki verið með paid subscription. Þetta eru geiturnar. Þannig að Viktor, langar að koma aftur inn og svara okkur spurningum það? Nei, nú veit allir að Leifur, við endum eins og Wembley hérna sko, það er svo mikið áhorfendum með það. Já, ég veit það, við erum komin með stúf, við erum að byggja eitthvað hérna. Við erum ekki að vera að selja inn í stúf. Við þurfum að heyra í AHA aftur. Já, en umræði búið Kemi. Já. Er þetta komin á... Eru allar spurningar búin að það? Já, sko... Nei, ég er ekki viss sko. Ákallur salina. Leifur á það til að skvísa fram í að sko. Nei, ég fekk þess að send í gegnum chatið. Já, ég veit ekki hana, Messenger er búin að leggja niður í dag og ég afsaka að hlusniður en þetta er sem sagt mánudagurinn 4. eða eitthvað, allavega stór fréttir. Hversu alvarlegt er það fyrir þig, Messenger, Facebook, Instagram, búin að leggja niður í dag? Mjög gott. Mjög gott svar. Minna áriði. Já, ágreitt. Skipti sem var, við vorum aðeins að tala um skipti, við vorum að tala um Kvami og við vorum að tala um alla. Kallfriðlegu fyrir Ívar Örn. Menn gangi jafnvel svo langt að segja Blikar hefði unnið og Kalli hefði ekki farið. Er það svoleiðis? Nei, hvað? Nei, Býtu, að Blikar hefði unnið ef að hvað? Kalli hefði verið hægri. Kalli hefði verið eftir. Fyrir Davíð? Nei, ég meina Höskuldur spilaði hægri bakvörðinn og Nei, ég veistu bara hvað, sorry, já. Já, stóð sem bara fárlega vel sko, þannig að það skipti ekki máli en... Er Kalli og Davíð Ingvars ekki svolítið líkir leikmenn? Davíð er náttúrulega vinstri bakvörður og Kalli hægri bakvörður þannig að ég veit ekki alveg... Þess vegna skil ég ekki alveg þessa spurningu sko. Nei.
En Davíð Atla og þeir taka hann og láta Kalla fara því að Davíð Atla á að leysa af hægri bakvörðinn. En Gústi, grípið hennar boltar áttir maðurblíkar, Davíð Atla, Já. let's face it, þetta er bara besta vonbrigða sæning bara í fucking Þetta heiminum. lítur út þannig í dag. Hann kom inn á eins og hann væri bara, sorry, ég bara... Hann var bara verið í fáránlegum meðslum, eitthvað kviðstitt Hann var haldrandi þarna bara. Sjáum hvað hann gefur á liðinu á næsta ári og með hvernig Höskuldur var að spila í sumar, bara var eitt besti leikmaður deildarinnar og þá er að fara að setja hann á inn. En ef Óskar sá Höskuld sem hægribakur, hann fór í anskotan var það að sæna. Það hefur bótt ekki verið uppálega planið, það hefur örugglega verið með eitthvað annað í huga þegar hann tekur Davíð Atla, því hann er ekki að sæna inn Davíð Atla til að vera eitthvað backup leikmaður í grunninn. Þannig að það verður bara spurning hvað hann gera á næsta tímabili, hvort að Davíð Atla sé bara orðin bara vara hægri bakvörður eða hvort að hann finni eitthvað nýja stöðu fyrir Höskuld. Ég viðurkenni það alltaf þegar ég sá Davíð Atla lappinn og ég vippinu að það er bara svona, eiginlega bara svona táraðist. Hvað, slæm holning eða? Þetta var bara... Sást þjakaðan mann? Ég sá bara, ég hugsaði, ég trú ekki að sé að borga með henni vippinu til að orða þennan. En Stúkan Gefa hann sjans, hann var bara ekki klár í sumar og var middur og... Strákar, Stúkan að taka ölduna núna, hún hérna. Það er allir að öskra og ég heyri bara... Leifur, við þurfum að taka fundi þennan þátt og bara hugsa, hvernig endar þetta sko? Já, ég veit það, við verðum ekki línar eins og það er eiga að vera. En það spurt menntaskólaárin, lægið hans grassa. Og þú veist, þetta er bara eitthvað sem bara hrópa Stúkun og ég heyri þetta en ég skil þetta ekki. Nei, ég hef ekki heyrt lægið eða? Ég veit ekki hvað það tala sko. Nei. Ég heyri Nani vera peppa hérna sko. Já, við vorum í hljómsveit byggum til hljómsveit þegar vorum í Alabama. Er þetta Spotify eða? Ég hef ekki hugmyndu það sko. Nei. En þetta er á MySpace allavega. Þetta er á MySpace og Sveinbjörn Jónasson vinur minn Þróttari og Seyðfirðingur, hann var lead singer in the band og við vorum stundum að mikinn tíma til að drepa oft þetta er lagið og hann syngur og ég var svona einn af textahöfundum lagsins og við vorum oft að semja einhver lög og við bjuggum til þessa frábæru hljómsveit. Þetta er lög sem við gáðum út þarna á sínum tíma. Á hvað hljóðverði spilarum? Bara textahöfundur. Bara textahöfundur, já. Og þau voru sungin stundum í söngvakeppnum menntaskólana. Stundum bara ítrekað? Nei, þú veist, oftar en einu sinni. Já, ítrekað? Já, ítrekað. Og maður var alltaf að fá eitthvað senda eitthvað, herru, þetta menntaskólan á Egilsstöðum var að taka þetta lag og þannig við erum bara mjög sátti með það og við fengum oft verið að reyna að fá okkur að spila eitthvað live og svona á hinum og þessum böllum en við vorum kannski ekki alveg í þeim pælingum sko, þetta var meira upp á að hafa gaman sko. Þannig að það er fín. En við fórum aldrei í stúdíu sko, þetta var allt tekið upp á makkarann sko. Þannig að það vantar kannski aðeins meiri gæði í útsendingu. Þetta fær ekki njóta sig kannski endur hér í útsendingu. En við eigum loyal fans og mikið af þeim eru í stúkunni í kvöld. Já, ég er í stúkunni og er að austan. Það var okkur stærsti aðdáendahópur, hann var það hans. Algjörlega. Svo bara, við þurfum að vera brönda tíma hérna. Þannig bara, ef við rennum hratt yfir þetta. Þú átt spurningar eftir það. Já, ég veit það. Talaðu um Kemi fyrir mig. Þegar Kemi eru geitirnar leiknum dag. Kemi, þeir eru með, alltaf sama. Glussin. Glussin. Þú veist þegar fólk þekkja. Já, Glussin. En veistu hvað Glussi er? Nei, ég veit það ekki. En hvað gera það fleira en að selja Glussi? Já, hvað er Glussi? Þeir eru með grímur. Sem er þannig að, þetta COVID er að búi sko, en að þeir eru með grímu þannig að þegar þú veist grímin á þig, það fyrir ekki móðu gleruði sko. Já. Ekki bara það, heldur eru líka með frostlög, sem ég keypti hjá þeim í seinustu viku. Okay. Svo eru þau líka með rúðu og eitthvað, þeir eru með allt þann helvítis pakka. Þannig að maður var að kíkja við. Svo er líka bara, Hemmi er fangastjóri hérna, Hermann Framari og ég hef bara að díla af hann. Þetta er bara mest í toppnáðingi heimi sko. En sko, við eigum það margar spurningar eftir og tíminn er það naumur að ég verð bara að breyta svo eilin hratt. Bara eins og þið viljið sko. En mér langar að spyrja þig í bóði Peiti og Peiti eru bestu vinir Einarkans. Og hvað var besti Peiti? Smærri fyrirtækja, stærri fyrirtækja? Nei? Sorry, jú. Ok. Besti Peiti? Bara í lífinu eða bara sem fótboltamaður? Ég þykist þetta Coolbet sé að borga besta Peiti en sem fótboltamaður. Sem fótboltamaður?
Besti Besti payday. samningu sem ég gerði, það er fínt að ræða það, menn er alltaf voðalega feimnismál á Íslandi að tala peningamál. Já. Þegar ég sem við Breiðablik eftir að ég var búin að vera í Fjölni og þá var gerði ég helviti góðan samning, eða ég hélt að ég hefði gert helviti góðan samning. Það var ekkert ósvipað að Berti sagði daginn sko. Leikjabónusinn. Það var bara eitthvað, og ég kem út af fundinu skelli hlæjandi sko. Svo alltaf hugsaði ég bara 3 vikur seinna, shit, hvað maður var heimskur og vitlaus sko. Þeir eru bara, gefum hann bara í skoðan leikjabónus og mögulegt er sko. Já, hann aldrei að spila. Fyrir mér, já, spilaði hann alltaf aldrei skilur. Og varst þú bara, hér Ég var bara, ef ég spila, þurfti svona 7 leiki, þá þetta bara verið geðveikt skilur og eitthvað. Þannig að fatta það ekki, en fyrir mér, ég var að spila í, leikmaður í inkasso-deildinni í Íslandi í dag sko, ég er alltaf að berjast á móti því mér íslenski leikmenn oft verið að fá mikið borgað sko. Hvað finnst þér að leikmaður í Pepsi að fá borgað? Average? Mér finnst það mest allt á Íslandi að vera tengt árangri og leikjum. Það er mín skoðun á þessu sko. Okay. En ef þú vilt hækka standardinn og reyna að fara ná lengra og svona, þá þarftu að sjálfsögðu að reyna að gera þetta eins vel og hægt er og það fer líka bara eftir hversu mikla kröfur þú ert að gera á leikmenn, hversu mikið þarftu að vera á æfingasvæðinu og hversu mikið ertu bundinn. Já, algjörlega. Það fer líka eftir því sko. En Payday, bestu vinir í bókhaldi, sjá bókhaldi fyrir þig, lítið fyrirtæki, stærri fyrirtæki, einirkjan, skiptir ekki máli, þeir bara græða þetta. Við elskum það einnig þetta. Það er auðvelt vinna fyrir þá að gera upp launagreiðsluna mínar til Breiðabliks þarna eftir að ég skrifaði undir hennar samning sko. Það var ekki mikið útborgað það sko. Já, en þeir vildu vita sko, Grassi from the future, Gústi from the future. Hvað er bettið? Bara lífið sko. Lífið? Já. Setja mikið það? Já, bara hafa gaman. Greið búin að læra Söris, politíkus. Setja allt á lífið það? Já, setja allt á gleðina sko. Það má ekki tapa henni. Setja allt á gleðina. En þú veist, ok, erum við að tala special eða erum við að tala um meddi eða large? Nei, bara, minkatuðið og brósa meira sko. Rétt, ok, mjög gott. Og nú, við erum að brenna út á tíma, það búið að vera alltaf gaman enn í kvöld, eiginlega of gaman. Nú veit allar að Gústi er ekki eins og fólk er flest og horfa ótrúlegustu leiki. Hvaða framandi deildir hafa komið þið mest á óvart? Ég sko, þegar ég var að vinna á mínum frægu árum hjá Valitor á sín tíma, þegar ég var að byrja að vinna á nóttinni sko. Varst það að loka kortum og svona? Já, ég var í því sko. Já. Þá var ég að byrja að demba mér aðeins inn í Suður Ameríku sko. Og ég sko, 2012, 2014, þá var ég all in í Suður Ameríku sko. Já. Og þá fór ég í Mexiko, Chile, Brasilíu, Bólivíu og þetta og maður horfði allan anskotan sko. Þú varst að byrja að setja á þarna? Ég var aðeins byrjaður að fikta sko. Já. Og ég svona, Chile og Mexiko voru mína deildir sko. Varst að bæta við tjekkarinn í Valitor með bettinu? Ég var svona að halda mig vakandi á nóttunni sko, þegar maður var að loka kortum og vera vakandi sko, þá veistu maður hafa eitthvað on the side sko. Mögulega hefði einhver hringið því að loka kortum mínu? Mögulega, og ég fór bara eftir hvort ég svaraði, hvort það var góða leikur í gangi eða ekki sko. En það var, já, Chile og Mexiko voru svona framandi deildir sem ég hafði gaman af, en ég hef ekki alveg fyllt þeim nógu vel eftir með hvað ég var komið vel inn í á sín tíma. En ég sko man að United signaði eins og leikmann sem var búinn að vera að spila í Chile sem ég hafði mikla trú á sko. En ég held að hann hafi bara náð að skrifa undir hjá United og hann hafi aldrei fækkið að klæða. Hvað hét það meistari? Angelo Hernández? Já, var ekki? Angelo Henrique. Áttu að vera center. Já, sem var búinn að raða inn í Chile og ég var mikill aðdáandi sko. Raða inn sko. En hefur einhvern tímann hugsað sko, ég spurði Tom að þessu líka því að, ok, þú veit sko, ég spurði Tom, en ég held að þú veist yktar en Tom í þessu. Hefur einhvern tímann hugsað bara, heyrðu, ég verð að endurskoða lífið mitt. Þú ert að horfa á eitthvað leik, þú hugsað bara, hvað er að mér? Nei, ég bara, þú veist, ef það er eitthvað sem þú hefur gaman af sko, þú veist, svo lengi sem þú hefur gaman af þig sko, þá go for it sko, það er hjá mér sko. En ég hef aldrei verið eitthvað þannig bara eitthvað, þú veist, þegar þú orðið kvín og hvað segir maður, kvöl og pína. Já. Og veist, þá svona myndir þú hugsa það sko, en með að hefur gaman að þessu, ég elska bara fótbolta, sama hvað er og ég get hort á allar anskotaleikir, hvort séu varaliðsleikir eða 17 leikir eða bara nefndu það sko, en veist, ég hef ennþá gaman að þessu sko, en ég er satt ekki orðin sko,
veist, eins og Keli bróður í dag sko, veist, hann að skoða gæja sko. Hvað veist þér að það var að segja hann að horfa á hann að varma hún Ertu bara að sjá, nei, bara veist, hérna að segja mér, ertu búin að sjá hann að gæja hérna, hann var í öðru, hann veist að spila með skallagrimi hérna, veist, ég ekki alveg þar í dag sko, en það fínt einhver hefur haldið í við mig sko, Keli svona orðin svona ekstrím af mér svona eins og ég var fyrir 10 árum sko. Taldu Keli til hamingju Baldur Mána. Takk fyrir það. Lítill frændi. Já, geggjuskýrt, lögðan. Fögnum henni vel hérna, seinnipartinn og hérna bara nafn sem hefur mikla þýðingu fyrir okkar familju út af frænd okkar, Baldvin Rúnarssoni, sem lést árið og gott að halda nafninu á lofti. Þannig að við vorum bara, ég var í skíunum allan með þetta nafn. Fallegt. Já, mjög gott. Mjög fallegur, já, fallegur póstur frá honum sko. Gána. Lítill grassi. Nei, hann með bollukinu frá mér. Já, svo ég verða að klára spurningu, svo veist báður, en bara allt er góð. Early days og allt það, en hverju vinna Pepsi næsta ári? Á næsta ári? Afgreita hratt. Blikar? Já. Takk. Birkir svara þessu líka? Blikar? Blika bara þetta. Já, leiðilegt. Besti leikmaður sem þú þjálfaðir í yngri flokkum með Bliks? Það er milli tveggja. Það er Birkir Karl. Já, það er milli þriggja, sorry. Besti kvöldan í kvöld? Nei, sko, það voru tveir í miklu uppáldi. Viktor Karl er einn. Já. Og svo er Árni Vill sem alltaf er í miklu uppáldi á mér. Vá. Og er ennþá. Þú ert ekki að taka Árna Vill ákveði fram með Viktor Karl, ennþá? Nei, ég samt sko, ég var meira með Árna Vill og einhvern veginn svona Ég ætla að segja Viktor Karl var sturlaður og Árni Vill var sturlaður en þeir voru með eitthvað svona mentality líka og bara hvernig þeir voru að þú veist að þeir myndu núna. Voru þeir að æfa þannig að þú veist að þetta var aðdunni? Svo var ég með sko, pure gæði? Svo var ég með sko Ósi sem er í leikni. Ósald Jarl? Já, Adam Arnars. Ég veit að Ósald Ég hélt einu svona hérna, ég var með knattspyrnuskóla eitt sumarið og hérna, ég var alltaf bara að þjálfa sko. Ég var að þjálfa, bara aðalþjálfur í 7. flokki, þú veist, mann ykkur 18 og 19 ára og var með að fá alla þessa gaur upp og svo var ég með knattspyrnuskólanum 2005 held ég. Það var 6 vikur eða 7 vikur sko. Ég man bara Ósi og Adam sko. Þú veist, yfirleitt mættu menn í 1-2 vikur eða kannski, ef þú tókst þriðju þá varstu all in sko. Ég held þeir að mætt bara eitt sumari bara í hvern einasta knattspyrnuskóla sko, 6 vikur í röð sko. Og veist, ég byrjaði með vítaspyrnukeppni í fyrsta námskeiðinu manni sko. Og var með alltaf með eitthvað velum sko. Þannig að þeir mættu bara í hvert einasta námskeið eftir það sko. Og ég man bara eftir þessu eitthvað. Þeir voru komin í 7. vikuna sko. Og sömu gæðarnir ennþá að mæta sko. Þá var áhugin kannski aðeins svona. Þá hugsaður að þeir eru kannski aðeins meira áhuga á þessu en aðrir sko. Gaman að Ósi spila í efstu deild í dag og Adam atvinnum á sko. Búin að vera í mörg ár sko. Þannig að það var áhugin var gríðalegur sko. Ósi líka hefði getað náð. Ok, mér langar samt að því að þú segir Ósi. Það er einn maður sem en hratt, við erum að halda já, sorry Gunnlaugur Hlynur Birgisson. Já. Hann fór til Club Brugge. Já. Og átti, þú veist, ég æfði með öllum þessu gæði sem að Ústæri nefna. Já. Ég er náttúrulega fer með sko, þegar við förum á Shell-mótið í 7. töpum úrslitaleiknum á móti Fylki og Hjörtur Hermanns aðalmaðurinn í Fylki. En sko liðið sem við vorum með sko, það var Ósi, það var Adam, það var Oliver, það var Ingjóli, það var Gulli, Palli, Steindór. Þannig er Steindór Ólafsson? Já. Þetta var alvöru fokkin lið sko. Var Steindór góður í yngri flokkunum? Mjög góður. Já, mjög góður. Skemmtilegt maður. Og hérna, þetta var bara geggjaður stakar. Oliver og Gulli voru náttúrulega frábæri sko, Ósi var byrjað að taka bara hílflikk yfir menn hérna í 5. flokki líka sko. Ég var að skoða myndið, þetta er rosalegt lið, þú varst að þjálfa þennan hóp. En Gulli átti aldrei að spila í Íslandi. En ok, fyrst við erum að taka þetta, hvernig var Arnór Brynjas? Hann var kaftinn í það var grjótarður sko. Arnór Brynjas var bara, veist, hann var hann, Sölvi Páls og fleiri sko. Nei, mitt. Hvaða árgangur er það? 96. Já, 96. Þeir voru geggjaði gæjar sko. Það voru sterk liðsdeild, það voru svona ekkert eitthvað super talent sko, en þú veist geggjaður hópur að þjálfa sko, glerharðir alltaf og stóðu saman og ég hafði illa gaman að bæði Sölva og Arnóri sko. Ok, sorry, ég verði að spyrja, leifur að þú kemur að þetta, Páll og Geir. Já.
waste of talent að hann sé ekki búinn að lengra. Já, ég var bara, Palli var góð leikmaður sko, mjög góður. Hann var að starta í Blík sko þegar hann var 19. Já, það var sama með hann og til dæmis með Tomma Garðars. Já, Tómas Óla, já. Já, það er svona vant, ég hugsaði, langaði þeim að vera, hafðu þeir áhuga að vera frábærir voru þeir tilbúinir að fara all in í að vera frábærir? Ég var ekki að fylgjast með. Þetta er ekkert eðla boring gaffall af það sko. Nei. Ég veit ekki, en talent væri geggjaður sko, en það þarf alltaf að spila með sko til að ná á efsta stig sko. Herra Leifur, ég klára næstu. Þetta slapp reyndar. Já, hérna klára hana og ég ætla að fara í hraðspurningar. Já. Hann er reyndar gæti verið að taka gallana en það er eins og það er. Við höldum á, hraðspurningar er vissulega... Þú gafst þessa bara? Já, ég nenni ekki að... Nei, já. Engur Kannski klára það? Já, ég Mér hraðspurningar. Já. Besti meðspilari? Besti meðspilari Gunnar Valur Gunnarsson. Já, Fjölnis legend. Já. Besti leikmaður Íslands allra tíma? Besti leikmaður Íslands allra tíma, ég ætla að tvískipta henni sjálfur, ég ætla að setja besti landsliðsmaður allra tíma Gylfi Þór Sigurðsson og ég ætla að velja Óskar Sigurðsson sem besta leikmann allra tíma. Ok. Ef þú hefði mátt spila fyrir eitt lið í spænsku deildinni, þá væri það? Þá væri það Barcelona. Stulur Teija? Nei. Hver var stærsti ósigurinn á ferlinum? Stærsti ósigurinn á ferlinum var þegar við vorum upp á Skaga með Fjölni. Gary Martin, Dóninger, Arnar Már Guðjóns og Stebbi Þórðar og þeir gjörsamlega löbbuðu yfir okkur. Þetta var 6-0 eða 6-1 eitthvað. Það voru þeir geggjaðir í fyrstild og við vorum allt í lagi. En þarna sá maður að... En ekki gæð. Allt í lagi, ekki gott. Hvaða lið var að spila stærsta ósigri á atvinnuferlinum? Hvaða? Lið var að spila stærsta ósigri á atvinnuferlinum? Ekkert sem kemur upp hjá mér sko. Sigur? Það er nú eftir að koma. Það var eftir að koma, ekki að svar. Besti þjálfari sem hafa haft? Kristján Óli. Besti þjálfari sem ég hafa haft. Þetta er svolítið skemmtileg spurning sko. Hraðaspurningar? Já, ok. Besti þjálfari sem ég hafa haft. Þjálfari Óli Kristjáns. Óli Kristjáns. Ok. Hvernig skemmtilegt að skora? Hægri, vinstri, skalli? Skalli. Sjálfsögðu. Kjóstu flokk fyrir næstu alþingiskosningar á punktinum? Framsókn. Já, sjálfsögðu. Erum við ekki þrjafaldar? Jú, Birkir, ég er sammála því. Er ekki að segja Kári Árna? Við erum, sko... Nei, come on. Jú. Nei, ég er alveg sammála. Þetta var... Nei, þú ert ekki svar. Já, þú mátt að velja. Nei, ég er bara Ok. báðir. Já, báðir, já, ok. En besti miðurur allra tíma? Besti miðurur allra tíma. Íslenska landsins. Þessi er miklu betur uppsett. Já, ég ætla að, þú veist... Já, þannig að þetta var framhald af hinni spurningu. Já, þessi er miklu betur orðið. Þú veist, þetta er ekki að íta einhverju tveimur, bara besti... Ok, ég ætla að segja Kári Árnason út af því að, sko, Kári Árna fór underdog ferilinn alla leiðis. Kári fekk stærri move á ferlinum, sko. En Kári spilaði alltaf eins og guð með landsliðinu, saman hvort hann var í Aberdeen eða Malmö eða hvað sem er. Meðan að Raggi fekk fara í, Raggi fekk Rostov og Fulham og fekk stærri múin en Kári Árna grændaði meira og það er svona að gefa í honum sjátið í algjörlega. Þú ert mættur barinn, þú ert í Íslandi, þú ert uppáhaldspartinu. Ok. Ég hef reyndar 2 spurningar eftir hraðspurningar, það kemur eftir. Barðurinn kemur að þér og hann er að tala við íslensku. Bara, þú skiljur þetta allt en ég er bara því þetta fyrir alla hina sem skilja þetta ekki. Þú mátt velja að drikk, hvað sem er. Gin tonic. Gin tonic, einfald tvöfaldan pipar. Tvöfaldan með Hendrix gúrka pipar. Hendrix gúrka pipar, já sjálfsögðu. Uppáhaldsfatamerki? Tommy Hilfiger. Hver var eftir jakkinn sem þú þetta? Kenneth Cole. Já. Það var vinsælt 2006 sko. Póker eða skák? Póker. Eyru, fuck. Já, nei, þetta var gefins. Þá eru í raun og veru bara, þú veist, þá er í raun og veru bara ein spurning sem ég langar að spyrja þig. Já. Hvað er mikilvægast í lífinu? Brosa. Það var gaman. Er ekki bara best að brosa? Jú, það er rétt. Mikilvægast í lífinu er ekki að tapa gleðinni sko. Það er nummer 1. Þú ert stemningsmaður. Ég er stemningsmaður. Þetta er ekki bara eitthvað, þú veist, þú ert algjör. Þeir sem þekkja mig, þeir vita það sko.
Algjörlega. Þá viljum við bara þakka Ágústi Þór Ágústssyni, Takk sem leiðis. Dominos Payday, AHA, Hvað Motif, náðu að bladra lengi? Hrifli, Kemi, Dómus Nóa Ég og veit ekki við vita að blöðrum blöðrum í lengi. 2 klukkutíma og Já. 13 mínútur. Ok. Herru, takk hérlega fyrir okkur. Takk kærlega allir sem Takk. orðið, Takk Ágúst. æðislegt kvöld.